Eitt, tveir. Já, ágætu fundarmenn. Ég vil leyfa mér að segja þennan aðalfund Landssamtaka landeigenda á Íslandi settan og fyrsta verkefni að ráða fundarstjóra. Ég sting upp á Óskari Magnúsinni sem fundarstjóra. Það ekki samþykkt? Þá tekur Óskar við stjórn fundarins. Já, góði fundarmenn, ég þakka traustið. Það liggur þá fyrst fyrir að skipa ritara og ég legg til að Sigríður Ólafsdóttir, stjórnarmaður úr Víðidalstungu, riti fundinn. Það ekki aðra tillögur, svo ég lít á það sem samþykkt. Mér hefur verið gerð grein fyrir því að til fundarins hafi verið laglega boðað. Hann hefur verið auglýstur í tæka tíð og meðal annars í Bændablaðinu og fleiri stöðum sjónvarpinu og ég lýsi fundi lögmætan og hafi menn ekki athugasemdir við það, þá stendur það. Það liggur sem fyrir fundinum hefðbundin aðalfundardagskrá Landssamtaka landeigenda á Íslandi með skýrslu stjórnar og yfirferð og samþykkt væntanlega ársreikninga og síðan stjórnarkjöri öðrum hefðbundnum aðalfundarstörfum. Síðan gerum við hlé á fundinum stutt og að honum loknum þá hefst hér málþing sem hefur verið auglýst sérstaklega og þar munu mæta Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar og Ásgeir Margeirsson sem reyndar mættur hér, velkomin Ásgeir, og þeir munu sem sagt yfirskriftin hlutur landeigenda þegar kemur að nýtingu orkuauðlinda og það verður sem sagt það fjallað í seinni hluta þessa fundar Landssamtaka landeigenda. En að svo mæltu þá gefi Sigurði Jónssyni orðið skýrslu stjórnar. Gjörðu svo vel, Sigurður. Takk fyrir. Já, ágætu fundarmenn. Ég ætla örstutt að víkja bara að svona starfsemi félagsins og þá það, af því hér nú fámenn en góðmenn, stofnun Landssamtaka landeigenda á rætur reki eins og við vitum sem hér minni til fjölmenns baráttufundar í Skjólbrekku í Mývatnssveit þann 30. nóvember 2006. Þessi félagsskapur var í raun myndaður gegn þjóðlendukröfu ríkisins á Norðurlandi og fundarmenn kröfðust þess að fjármálaráðherra afturkalla þær kröfur og svo framvegis. Þessi mál sem voru raunverulega ástæðan fyrir stofnun félagsins Landssamtakanna, þeim svona nánast lokið og það hefur ekki verið vegið að eignarrétti landeigenda með kerfisbundnum hætti þó að menn hafi talið það vera með störfum óbyggðanefndar heldur enda hafa dómstólar oft staðfest niðurstöðu nefndarinnar en hins vegar leiddi þessi framkvæmd til þess að landeigendur sem töldu sig land og höfðu þinglýst landamerkjabréf fyrir því öllum, en gátu ekki fært fullnægjandi sönnur á að eitthvað væri á bak við bréfið, þeir mistu tilkall sitt til lands og þeir töldu áður fullkomna eign sína. Þannig að þetta mjög umdeilt hvort þetta hafi verið og það auðvitað klárt að ef þessi prósess hefði farið á stað, kannski 50 árum fyrr, þá hefði þetta aldrei farið svona. Þetta hefði aldrei verið túlkað svona mikið gegn landeigendum eins og varð síðan raunin með það pólitík sem var ríkjandi og hefur ríkjandi undanfarið. Fyrir þá sem hafa upplifað þetta, þá hefur var þetta auðvitað skerðing á þeir réttindi sem menn töldu sig eiga sem sagt. Nú hefur óbyggðanefnd í sjálfu sér lokið störfum eða hún á að hafa verið lokið störfum, þá voru samþykkt lög hún ætti að ljúka störfum en hún hefur ekki tilkynnt starfslok held ég ennþá. En þá hafa landssamtökin út af fyrir sig og þetta verður þróast þannig að þau hafa enga síður ákveðin tilgang og það vegið að landsréttindum
og hlutverk samtakanna hefur raunverulega breyst, eða samtökin eiga að gæta að réttindum landeigenda á alla vegu, og það hefur farið tími í að halda þeim réttindum uppi, og mestu tími er farið að halda landeigendum réttindum uppi gagnvart því að þeirri þróun sem raunverulega er ríkjandi í samfélaginu, það er að draga úr réttindum landeigenda og að eignarréttindi þeirra að minnka. Sú þróun hefur átt sér stað langan tíma, og það er verið að minnka eignarheimildir, þær heimildir sem landeigendur hafa smá saman, í þá veru að styrkja stöðu ríkisvaldsins þá og almennings á kostnað landeigenda. Það má nefna það skipulagsreglur, reglur almannarétt, forkaupsrétt ríkis og sveitarfélaga að ýmsum til landnýtingar í þágu almennings, og reglur svokallaðan almannarétt. Ýmislegt sem hefur leitt til þess að það er grafið undan þessu. Það er náttúrulega svo margt sem að þar kemur inn í. Þessi þróun er í raun afleiðing af sterku ríkisvaldi, að mínu mati allavega, og því að meiri hluti landsmanna vill að það séu ekki einhverjir landeigendur sem heldur samfélagið allt sem njóti arðs af því sem af eignarréttinum, og það sé ekki nóg að fá arðinn bara í formi skatta, heldur það verða hlutdeild í eignarréttinum. Í starfi samtakanna koma upp alls konar álitaefni við ríkisvaldi vegna eignarrétta landeigenda, og mestur vandinn er í raun, þegar maður situr í stjórninni, er að greina á milli þess, það er ákveðin frumskógur, það er að greina á milli þess sem að skiptir máli og þess sem skiptir ekki máli, því það er mikið alls konar tillögur sem maður þarf ekki að fara að hafa áhyggjur af. Og það sem samtökin hafa beitt sér fyrir að undanförnu er að reyna að koma í veg fyrir þessa lögfestingu auðlindaákvæðis í stjórnarskrá, en talsverðar umræður og tillögur hafa verið á þingi að festa í stjórnarskrá ákvæði náttúruauðlindir Íslands séu eign þjóðarinnar. Og það er aðeins hér yfirlit yfir þau atriði sem eru helst. Ég ætla að fara aðeins út í það, og ég vil láta þess getið að forveri minn hér, Óskar Magnússon, var mjög ötull í að koma þessu framfæri við Alþingi, og þessi ákvæði stjórnarskrá almannaréttin að þessu leyti, þau hafa ekki verið lögfest, en það er alltaf mjög mikill barningur að reyna að koma þessu reyna að segja auðlindaákvæðinu, og það er enginn að segja mér það að þetta sé, eins og sagt er og kemur fram í þeim tillögum sem hafa verið lagðar fram, að þetta ákvæði sé bara gert og sett inn, en það sé ekki raskað stjórnarskrárbundnum eignarrétti landeigenda. Þetta er auðvitað bara hártogur. Auðvitað er þetta sett inn raunverulega til þess að ríkisvaldið og almenningur geti átt hlutdeild í einhverjum réttindum, landsréttindum, þar á meðal, sem að kannski er ekki orðin og viðurkennd auðlind í dag, en verða það kannski á morgun. Fyrirhugað síðasta tillagan sem var fyrir þinginu, þetta var sett fram þarna fyrir svona 5-10 ára, 20 held ég, 22, þá kom fram tillaga frumvarp til breytingar á stjórnskipunarlögum, þar sem segir: náttúruauðlindir sem ekki eru í einkaeigu skulu vera sameign og undir yfirráðum þjóðarinnar. Með lögunum skal kveða á rétt einstaklinga eða lögaðila til nýtingar auðlindanna gegn fullu gjaldi. Arður af auðlindum skal renna í ríkissjóð. Helstu rök fyrir þessu ákvæði voru í umræðum á Alþingi. Þar kemur fram, helst var að rökin var að tryggja þjóðareign, það er að segja aðalmarkmiðið var að festa í stjórnarskrá þá grundvallarreglu að auðlindir sem ekki eru í einkaeign séu sameign þjóðarinnar. Þetta var talið mikilvægt til að koma í veg fyrir að sameiginlegar auðlindir yrðu einkavæddar án skýrar heimildar. Númer 2, þá var talað arð til þjóðarinnar.
Lögð var áhersla á ákvæði tryggð að þjóðin í heild sinni nyti arðs af nýtingu auðlindanna. Þetta væri lýðræðislegt réttlætismál. Síðan kemur sjálfbær nýting. Ákvæðið ætti að tryggja að nýting auðlinda yrði sjálfbær og í þágu þjóðarheildar. Og svo loks var ein afsökunin eða skýringin að þarna þyrfti að vera skýr lagarammi, skýrari heldur en hann væri nú þegar. Meginreglan þjóðareign er reyndar að finna í ákveðnum lögum og ég ætla ekki að fara svo sem út í það, en það er fyrst og fremst svokallað sjávarauðlind sem margrætt hefur verið og varðandi okkur þá er það þjóðlendur. Það er náttúrulega lögfesting það að það sé eign íslensku þjóðarinnar og svo framvegis. Umræðan stjórnarskrárbreytingu snýst því það að festa þessar viðurkenndu meginreglu víðtæka grundvallarreglu í æðstu lög ríkisins og tryggja hana gegn breytingum í almennu lögum. Byggt á orðalagi þeirra tillagna sem lagðar hafa verið fram er meginregla sú að stjórnarskrárvarið auðlindaákvæði eigi ekki að breyta þeim eignarréttindum sem landeigendur njóta nú þegar. Hver tillaga inniheldur afdráttarlausan fyrirvara, svo sem tekja ákvæði ekki einungis til auðlinda sem ekki eru háðar einkaeignarrétti og ekki eru einkaeigu. Tilgangurinn með þessum fyrirvara er beinlínis að virða núverandi eignarréttindi, er sagt í umræðunum. Þrátt fyrir þennan skýra fyrirvara gæti lögfræðileg auðlindaákvæðis hafi óbein og framtíðarleg áhrif á réttarstöðu landeigenda. Áhrifin felast ekki í beinni skerðingu á viðurkenndum eignarréttindum eins og þau eru í dag, heldur á breytingu í lagalegu umhverfi. Og þessi áhrif eru fyrst og fremst áhrif á óljós eignarréttindi. Ákvæði gæti haft veruleg áhrif þegar upp kemur ágreiningur mörk einkaeignarréttar, þótt eigendur að yfirborði jarðar, eignarréttur að þeim hluta jarðar sé skýr, er rétturinn að tilteknum auðlindum innan jarðar, til dæmis jarðhita, vatni, steinefni og fleira, óljósari og háður túlkun sérlaga. Með því að festa meginreglu þjóðareign í stjórnarskrá gæti sönnarbyrðin í slíkum málum færst yfir á landeigandann að sýna fram á að tiltekin auðlind sé ótvírætt háð einkaeignarrétti hans. Ef vafi leikur á gæti túlkun hneigst í átt að þjóðareign. Þetta er fyrsta atriði sem ég vil benda á sem gerir þetta hættulegt. Í öðru lagi þá er túlkun framtíðarlöggjafar. Nýtt auðlindaákvæði í stjórnarskrá yrði leiðarljós að setning og túlkun allrar framtíðarlöggjafar náttúruauðlindir. Alþingi yrði skylt að taka mið á ákvæðinu og að það gæti leitt til lagasetningar sem skilgreiningar á einkaeignarréttinum og þá yrði hann skilgreindur þrengra en áður var og settar frekari skorður nýtingu auðlinda á eigandanum, á eignarlöndum í þágu almannahagsmuna og sjálfbærni. Þetta gæti til dæmis birst í ítarlegri gjaldskrá fyrir nýtingu auðlinda í eignarlöndum. Síðan gæti þetta lokum leitt í smá saman, það gerist ekki í dag, en smá saman gæti leitt af sér breytt hugmyndafræðileg rök. Það er að segja sjónarmið. Stjórnarskrárákvæði myndi festa í sessi þá hugmyndafræði að náttúruauðlindir sé í grunninn sameign þjóðarinnar og einkaeignarrétturinn að þeim sé undantekning sem hvort þarf að réttlæta sérstaklega. Þetta gæti í nokkrum áratugum breytt viðmiðum dómstóla og stjórnvalda þegar kemur að því að vega og meta einstaklingseignarréttinn og einstaklingahagsmuni miðað við hagsmuni ríkisvaldsins og almennings. Fordæmið og lögum stjórn fiskveiða þar sem meginreglan sameign þjóðarinnar er notuð til að réttlæta umfangsmikla stjórn á nýtingu og gildistöku á fiskveiðiauðlindinni. Niðurstaðan er sú að ef við getum tekið þarna eins og almannarétt. Niðurstaðan er sú að óbreyttu og miðað við orðalag tillagnanna breytingu á stjórnarskránni, þá breytir lögfesting stjórnarskrár ákvæðisins engu eins og er skýrt afmörkuð og viðurkennd eignarréttindi landeigenda til auðlindanna. Fyrirvarinn
eignarréttinn tryggir það. Hins vegar breytir slíkt ákvæði lagalegri grunnforsendu framtíð. Það skapar nýtt túlkunarviðmið sem gæti haft áhrif í ágreiningsmálum óljós réttindi við setningu nýrra auðlindalaga og í almennt þróun eignarréttar eftir náttúruauðlindum. Ég vildi bara minnast á þetta vegna þess að ég tel að þetta eitt af því sem félagið verður að einbeita sér að passa upp á eignarréttinu þessu leyti og þetta það hættulegasta sem Nú höfum við í stjórnin líka farið og skoðað eins og undanfarið það var hérna tillaga aukna skattheimtu fyrir þinginu sem ekki hefur nú hlotið brautargengi, þá ætti að fara að hækka fasteigna mat á jörðum. Þið vitið allir að það lágt miðað við raunvirði og ætti að vera markaðsverð og það margir sjá ofsjónum yfir því. Það fór ekki í gegn, en það eitt af því sem við þurfum að berjast gegn vegna þess að það auðvitað hluta því þeir réttindu landeigenda þurfa ekki að borga of mikið skatt af landi sem gefur engan arð, en þetta var ekki skilningur á þessu hjá kerfinu og ég nefndi einhverju þá vildu þeir sko sem þar eru sem ekki eru landeigendur vildu hækka gjöldin á landeigendum með þessum hætti. Það var eitt sem voru að passa upp á. Annað sem kom til umræðu núna undanfarið, það var þetta þegar ráðherra vildi fara að flýta ferli í varðandi virkjanir og aðra stórframkvæmdir á vegum ríkisins. Hann vildi flýta því með því að breyta eða minnka réttindi landeigenda út af eignarnámsbótum og stytta málsmeðferðartímann, en það kom í ljós þegar við fórum að rannsaka það að það var alls ekki þetta sem olli töfum á því að framkvæmdin færi í gang, heldur var þetta í 3. sæti. 1. sæti var þá einhver almennu kæruréttur og eitthvað annað sem kom í veg fyrir þetta. Þannig að það ekki alveg rétt að það eigi að miða við. Það var raunverulega rangt og enda þetta hafi verið dregið tilbaka að verulegu leyti. Ég vil að lokum benda á að því mér sent hérna skýrsla eignarhald á landbúnaðarlandi út af nýrri málstefnu á Hvanneyri. Að þar var í samantektinni, og það kannski að því þetta kemur nú aðeins inn á umræðuna hvort við eigum að ganga inn í Evrópubandalagið, en það kemur það var gerð samantekt af skýrsluhöfundum og niðurstaða notkun lands. Þetta snerist nú aðallega landnýtingu, en enga síður kom þetta inn á eignarréttarlandi. Þetta Torfi Jóhannesson sem ráðgjafi ræktun og svo Ásdís Hlökk sem fyrrverandi forstjóri Skipulagsstofnunar. Það sömdu þetta. Þar kemur fram í samantekt. Þessi samantekt sýnir að íslensk regluverk eignarhald og viðskipti með landbúnaðarland setur tiltölulega fáar kvaðir miðað við sum okkar nágrannalönd. Hér gildir ekki almenn leyfisskylda samkvæmt á jörðum og tiltölulega auðvelt að virðist að taka land úr landbúnaðarnotkun. Síðan kemur niðurstaðan samanburðar við nágrannalönd okkar sýnir að þar almennt lögð meiri áhersla á landbúnaðarland haldist í virkri eign og nýtingu við jarðir að jarðir standi ekki auðar og að stutt sé við nýliðun í landbúnaði. Til að vinna að þessum markmiðum beitt fjölmörgum stjórntækjum svo sem leyfisskyldu, forkaupsrétti, takmörkunum á sameign og tímamörkum á eignarhaldi dánarbúa. Reynslan bendir þó einnig til þess að slík úrræði skili bestum árangri þegar þau byggja á traustum gögnum og skýru samspili milli skráningar, skipulags og framkvæmdar. Fyrirgefðu svolítið erfitt með að lesa það, ég nota ekki gleraugu. En það sem ég vildi meina með þessu það að þarna sést maður hvernig stefnan er. Stefnan sú ennþá, og þarna skýr það í gegn, að þetta eignarheimildirnar, meðferð eignarlands,
eigi að vera í höndum opinberra aðila, ríkisins eða einhver opinberra aðila en ekki landeigenda sjálfra. Og það er þróunin í Evrópu. Og sú þróun í Evrópu er komin lengra heldur en hér. Þetta er sú þróun sem við þurfum að hægja og reyna að stöðva og varðveita íslenskan eignarrétt að okkar löndum, þannig að það sé ekki ríkisvaldið og einhverjum misvitri pólitíkusar eða kerfiskallar sem sé að stjórna og ráða yfir okkar auðlindum. Nú, ég vísa til þess að á eftir verður haldið þessir ástæðum sem voru búin að auglýsa hver nýtur arðs af þeim, og Ásgeir er nú mættur hérna inn og ég hef þá ekki meira að segja þetta. Á eftir fer fram kosning til stjórnar og svo framvegis. Fundarstjóri tekur nú við. Við þökkum formanni fyrir. Ég ætla að gera það tillögu minna við ræðum skýrslu stjórnar og ársreikningana saman, þannig að ef að menn mæla því ekki mót þá ætla ég að gefa gjaldkera samtakana Guðrúnu Maríu Valgeirsdóttur Reykjahlíð orðið til að fara yfir reikningana. Er það ekki rétt? Gjörðu svo vel. Fundarstjóri ágætir félagar nær og fjær. Ef við förum aðeins yfir ársreikning félagsins sem nú ekki sérstaklega flókin, þetta ekki mjög flókin starfsemi, þá eru rekstrartekjur ársins það kemur hann ekki stað. Þá eru rekstrartekjur ársins 2025, það eru 1.275.440 á móti 3.685.700. Að einhverju leyti þá skýrist þetta hluta að þetta er að fara yfir áramót. Greiðslurnar fyrir félagsgjöldin er að fara yfir áramót. Þannig það skýrir að hluta, en síðan er náttúrulega líka það sem er að gera okkur fækkar alltaf aðeins og við eigandaskipti á jörðum þar sem að eldri landeigendurnir detta út, að þá eru nýri landeigendur ekki sjálfkrafa að koma inn í staðinn. Þannig að það skýrir svona að hluta að tekjurnar fara aðeins lækkandi þó að sé ekki alveg allir þessi munur. Síðan eru þarna rekstrargjöld upp á 517.000 rúm á móti 1 milljón rúmri árið áður. Vaxtatekjur upp á 268.000 rúmar á móti 774.000 og niðurstaða ársreiknings er 988.943 á móti 3.390.000 rúmum. Já, fyrirgefðu. Og það er svo sem ekki mjög mikið þetta að segja. Síðan erum við þarna með efnahagsreikninginn og þá erum við með handbært fé upp á 17.745.000. Þessar viðskiptakröfur sem að þarna koma fram eru á einhverju leyti eldri árgjöld sem að ekki hafa fengist greidd og ég held að það sé tímabært að menn taki bara ákvörðun það að allt sem er eldra en 2 ára verði afskrifað. Það verður ekki greitt, þannig að það sé þá meiri svona raunveruleikinn í því sem að þarna birtist. Og eigið fé og skuldir samtals eru 17.745.000 á móti 16.846.000. Og ef við förum í skýringar, þannig að ég skýri þá bara hver rekstrakostnaðurinn er. Það verður nú að segjast eins og er að
Stjórn samtakana er ákaflega léleg við að senda reikninga fyrir fundarsetu og kostnaðurinn felst aðallega í því að það er endurskoðun á reikningsskil upp á 196.000. Funda- og viðskipta kostnaður er 0, þar sem að stjórnin sendir ekki reikninga, og auglýsingar upp á 319.000 og þetta er nú aðalega jólakveðjan frá samtökunum til ykkar og svo kostnaður við að auglýsa aðalfund. Þá hef ég nú ekkert meira þetta að segja. Takk fyrir. Já, þakka þér fyrir, Gunnar Maja. Þið áttu ykkur á því að við förum hér alltaf í ræðustól, þó við séum nú ekki mjög mörg, en það helgast af því að við erum hér í streymi og til þess að aðrir sjái, þá verðum við að vera hér í púltinu. Við munum kjósa að taka til máls, en nú er samsagt opnað fyrir umræður skýrslu stjórnar og reikninga félagsins ef einhverjir vilja taka til máls. Svo er reyndar hér líka í lokin liður sem heitir önnur mál, þar sem að menn geta tjáð sig ýmis hugðarefni sem að tengjast starfsemi þessa félagsskapar og öll önnur hugðarefni sem eru innan svona siðferðislegra marka. En svona meðan að menn eru að hugsa sig að þá get ég svona sem fyrrum formaður, svona stutt síðan ég hætti, tekið undir með Sigurði formanni að þó að reikningarnir, og þetta láta ekki mjög mikið yfir sér, þá er það svo að þessi félagsskapur er afar mikilvægur og það má kannski segja að starfsemin síðastliðin 5 til 10 ár hafi ekki síst snúist það að koma í veg fyrir alls konar lagasetningu og íhlutanir ríkisvaldsins með því að bæði mæta fyrir þingnefndum endalaust og flytja mál landeigenda, ekki síst eignarétt og þessu utan að þá hefur verið varið allnokkrum peningum í það árlega og orku að gera álitsgerðir ýmis frumvörp og tillögur sem framkoma og eins og Sigurður bent á þá er það nú aragrúi og sumt endalaust þvæla af einhverjum þingmanna frumvörpum og tillögum sem að verður að reyna að sía út og reyna að velja sér þau viðfangsefni sem að skipta máli og einbeita sér að þeim. En þetta er afar mikilvægur hluti og það má segja að Alþingi hefur alveg virt þessi samtök að fullu og óskar eftir áliti þeirra flest mál. Þannig að það er út af fyrir sig mjög gott að vera komin á þann stað með þessi samtök að þau njóta sem sagt þeirrar virðingar og þeirrar athygli og það er hlustað á þau í þessari meðferð hvað sem svo hinn pólitíska niðurstaða gerir með það. En ef enginn vill taka til máls frekar þá, eins og ég segi, það er hægt að tala hér líka undir önnur mál, en þá eru næst, þá ber ég reikninginn og skýrsluna undir atkvæði og þeir sem eru samþykki kjörsvar rétt hönd. Einhver á móti, svo er ekki og þá er þetta hvort tveggja samþykkt samhljóða og við erum þá komin að kosningu stjórnar og það er kosið sérstaklega, það er sem sagt kosnir 5 menn í stjórn og en formaður er kosin sérstaklega og ég hef hér tillögu kosningu formanns, framboð formanns og það er tillaga stjórnar að Margeir Ingólfsson sem hér situr, Brú, verði kosin formaður félagsins. Eru fleiri tillögur? Svo er ekki. Þá lýsi ég Margeir rétt kjörinn formann. Þá er hér tillaga aðra stjórnarmenn og það er lagt til að hún verði óbreytt að öðru leyti en því að inn í stjórnina komi Gísli Guðmundsson í Hamluholti í stað Erlendar Ingvarssonar í Skarði og að stjórnin verði þá skipuð Gísla
Guðrúnu Maríu sem hér er nýfarin úr pontu, Sigríði Ólafsdóttur Víðidalstungu sem hér ritari, Gísla þá, já, og Sigurði Jónssoni sem þá fráfarandi formaður. Þetta eru 5 nafn, eru fleiri tillögur og svo ekki og þá lýsi ég þessa framantalda réttkjörna stjórn félagsins og í varastjórn kemur þá Erlendur í Skarði ásamt Snorra H. Jóhannesinni á Augastöðum og Þórólfi Sveinssyni Ferjubakka og Hauki Halldórsinni Sveinbjarnargerði sem hafa verið í stjórninni hingað til. Og ég heyri ekki fleiri tillögur svo ég lýsi þessa varamenn réttkjörna. Og þá liggur næst fyrir að kjósa endurskoðanda og það er lagt til að það verði óbreytt. Það er Sigurður S. Pálsson, löggiltur endurskoðandi á stofu sem heitir Og Pálsson. Það er ekki fleiri tillögur endurskoðandir heyri ég, svo við lýsum Sigurð Pálsson réttkjörinn endurskoðanda samtakanna. Þá kemur að liðnum ákvörðun félagsgjald og það er þannig að félagsgjaldið er 10.000 krónur og hefur verið það alllengi og það er ekki lagt til að það fyrir einstaklingsaðild og það er ekki lögð til breyting á því af hálfu stjórnarinnar. Það er 27.000 króna félagsgjald fyrir lögaðila. Það er ekki lagt til að því verði neitt breytt. Síðan greiða þau sveitarfélög sem eru allmörg sem eru aðilar að samtökunum og eru undir 500 manna. Þau greiða 50.000 krónur í félagsgjald og sveitarfélög sveitarfélög og lögaðilar yfir 500, til dæmis Þjóðkirkjan, það nú 230.000 í henni, þau greiða 75.000 krónur. Vilja menn gera aðrar tillögur félagsgjöld? Svo er ekki og þá lít ég svo á tillaga stjórnar sem ég hef nú rakið sé samþykkt. Þá erum við eiginlega komin að liðnum önnur mál strax. Ekki eftir neina bíða með það svo sem og orðið er lausn eins og ég segi gjörðu svo vel Ólafur Björnsson. Já, fundarstjóri, góðir félagsmenn. Ég þakka fyrir þennan aðalfund og hér skýrslu stjórnar og yfirlit yfir störf og það er sem fyrr þakkarvert að það taki einhverju að sér að verja og halda til haga réttindum landeigenda á Íslandi og það er gott að heyra það frá Óskari að Alþingi virðir þessi samtök og óskar eftir umsögnum og tillögum frá félaginu. Þetta er afar mikilvægt og líklega eitt mikilvægasta verkefni þessa félags í dag og þetta er mikil vinna og ég vil bara þakka fyrir þá vinnu sem hefur lögð fram, óeingjörn vinna og mikil við að koma allskis athugasemdum á framfæri. Ég held að menn gerir sér ekki grein fyrir því hvað þetta er mikil vinna og óeigingjarnt starf. Ég vil flytja heila þakki fyrir það. Ég hygg að eitt af því sem og ég legg til að ný stjórn hugið á því sem hér kom fram hjá Guðrúnu Maríu að félagsmönnum hefur fækkað að það sé jafnvel til þess að stjórn félagsins hugi að því að senda öllum landeigendum á Íslandi núna bréf aðeins og kynni þessi störf sem að félagið hefur haft með höndum með þessum hætti og hvetji menn til að þátttöku í félaginu. Til dæmis þá ekki síst nýjum landeigendum sem jarðir skipt hendur og hún benti á það að þá fækkar í félaginu af því að nýjir eigendur kom ekki inn í það og svona ég sting því að mönnum hvort að veri rétt að huga að þessu og hugsanlega mættu samtöki vera aðeins sýnilegri til dæmis í Bændablaðinu og fleiri stöðum, svo því sé haldið til haga því að þetta er virkilega mikilvægt starf að halda þessu réttindum uppi. Það er sífellt sótt að eignarréttinum og við sáum þetta til dæmis í þjóðlendumálunum hvernig þau þróuðust og svona típist svona þróun. Það byrjaði á því að það eigi að taka til meðferðar hver sé eignarréttur á hálendi Íslands og sett lög það. En síðan þróast það út að það er
gerð krafa land alveg niður að sjávar, alveg niður í fjöru, hringinn í kringu landi og málið þróuðust út í eitthvað allt annað og tók fyrst steininn úr þegar gerð krafa allar eyjar og sker á Íslandi væri þjóðlenda. Þetta sjá allir þetta fráleit vinnubrögð og fráleit krafa, en sýnir alltaf hvernig ríkisvaldi gengur alltaf lengra og lengra og ekki á það treystandi við túlkun á hlutum, og ég tek undir það sem Sigurður Jóns var rætti til dæmis hérna áðan að það er ekki verið á varðbergi gagnvart allra handana svona tillögum sem kannski virkar sakleysislegar, en miða síðan allar að því að ríkið hafi einhver yfirburðastöðu og einstaklingurinn þurfa alltaf að vera að verja sig gagnvart ríkisvaldinu. Þessi samtök eiga nú rót sína svona hluta auðvitað í þessi þjóðlendumáli. Þau voru svona óformlega kannski fyrst nefnt félag hálendisbænda á Íslandi og eru svona til meira að segja áður en þjóðlendumál koma norður í land, en þetta nafn hrundi tiltölulega hratt þegar það var búið að gera kröfu niður í sjó í Skaftafellssýslu og þá gat þetta ekki lengur verið félag hálendisbænda. Þannig að það er svona típist fyrir þessi mál. Ég þakka enn og aftur fyrir góð störf hjá félaginu og óska nýrri stjórn velfarnaðar. Takk fyrir. Já, góðir fundarmenn, það er þá komið að það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það er ekki, og þá er komið að lokum hins formlega aðalfundar og ég vil gefa nýkjörnum formanni Margeiri Ingólfssoni orðið og að því búinu hef svo eins og kaffi og svo málþingið á eftir. Gjörðu svo vel, Margeiri. Góðu félagar, ég þakka fyrir mig. Þetta var hörð kosningabarátta, gekk mikið á, en ég hafði þetta af, þannig fyrir það ber að þakka. En það er full ástæða til að taka brýningu Ólafs Björnssonar alvarlega varðandi það að gera félagið sýnilegt. Það er margt sem að fer fram innan veggja félagsins, að veggja stjórnar, og þetta er heilmikið vinna sem að félagið og það gegnum stjórnina leggur á sig, og þetta er vinna eins og Ólafur bendir á sem að fólk tekur ekki eftir og verður ekki vart við, og þetta er eitthvað sem við þurfum að taka okkur á með, gera okkur sýnilegri og reyna að fá fleiri að borðinu. En eins og fram hefur komið að þá var tilurð þessa félags, kannski þjóðlendumálin fyrst og fremst, þó að eins og Ólafur nefndi, þetta var komið á stað áður, og eðlilega velti fólk fyrir sér þá þegar að þjóðlendumálinu runni sitt skeið og enda hvort að okkar tilvera sé það líka, en það er svo mikið langt frá því. Eins og Sigurður sem hleypur hér út komið við inn á. Að það að verja rétt landeiganda, að það er verkefni sem er eiginlega ófyrirséð frá degi til dags. Það er endalaust verið að taka á við nýjar hugmyndir sem að vera að bregðast við því sem upp á kemur. Það er verið að sækja eignarréttinum. Sigurður nefndi auðlindaákvæði stjórnarskrárinnar. Þetta er eitthvað sem mun koma upp aftur og aftur. Þetta er ekki búið, mikið langt frá því. Stutt síðan kom upp hugmynd breyting á lögum erfðafjárskatt eins og Sigurður kom inn á, og þetta kemur inn á breytingu á fasteignamati jarða, aðilaskipti í landbúnaði, nýliðun í landbúnaði. Virðing fyrir eignarréttinu fer þverrandi og við verðum að vera á varðbergi, og það sýnir kannski best að ráðherra umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra skuli hafa komið fram með þá hugmynd að enn einu sinni að rýmka heimild til eignaupptöku. Það er einhvern veginn farið mjög frjálslega með þennan eignarrétt sem á þó að vera varinn í stjórnarskránni og grundvöllur okkar stjórnskipunar. En þetta sýnir okkur bara að það er full þörf fyrir þessi samtök okkar og við þurfum að spýta í lófana og gera okkur sýnilegri eins og vorum að segja og bregðast við, vera til taks og bregðast við þegar uppkoma mál það sem er að okkur sótt. En núna er að bresta á með málþingi hjá okkur. Við ætlum að gera stutt kaffihlé núna, fá okkur smá hressingu. Þannig að ég segi formlegum aðalfundi slitið og málþingi tekur við eftir nokkra mínútur bara. Ég þakka fyrir.
Gjörðu svo vel að fá okkur sæti og já, við skulum þá hefja málþingið sem hér sérstaklega boðað til undir yfirskriftinni Hlutur landeiganda þegar kemur að nýtingu orkuauðlinda. Og hér eru tveir framsögumenn, Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, og Ásgeir Margeirsson, sem hér titlaður ráðgjafi í orkumálum, og ég man fyrst eftir sem aðstofar forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur og svo hefur hann komið mjög víða við og þessum málum mjög kunnugur. En ég byrja á því að gefa herði orðið, gjörðu svo vel, Hörður. Takk fyrir Óskar og bara takk fyrir boðið að vera hérna með ykkur í dag að fjalla þessi bæði mikilvægu og áhugaverðu umræðefni hvernig við nýtum auðlindirnar og hvernig við skiptum þeim arði sem að hefur myndast og mun myndast í orkuvinnslunni. Ég ætla að kannski mest mínu verið að fjalla út frá vatnsréttindum sem eru kannski svona grunnurinn af því hvernig þetta hefur reiknað. Það er náttúrulega sjálfsögðu síðan greitt fyrir jarðvarma og núna er farið að bara greiða fyrir vind. En svona í grundvallaratriðum höfum við nálgast þetta á svipuðum forsendum. Þannig að nálgun er út frá vatnsréttindum, þar hefur myndast löng hefð og dómsmál fallið og gerðardómar fallið og svona kannski nokkuð góð sáttum. En kannski aðeins sem mikilvægt er að setja í áður fyrir að tala um, að það er að setja í hvaða ramma erum við að tala um, hvað er það sem skiptir máli í þessu. Og þá er náttúrulega fyrstulega sem við erum að gera okkur grein fyrir að við erum með alveg einstakt raforkukerfi sem við getum verið feikilega stolt af og hefur haft mjög mikil jákvæð áhrif á íslenskt samfélag. Þetta er 100% endurnýjanlega einangraða kerfi og það gleymist oft að þetta er eina kerfið í heiminum sem vinnur svona 100% endurnýjanlega orku. Margir halda að þetta sé ekki hægt að út af duttlungum náttúrunnar og út af bara breytileikanum og svona kannski óöryggi sem að einkennir endurnýjanlega orkuvinnslu og hérna þá sé þetta ekki hægt, en við höfum sýnt að þetta er hægt og við líka sýnt að þetta er hægt að gera þetta á mjög hagkvæman hátt. Og árangurinn hefur ekki látið á sig standa því að við höfum verið með tekið að skapa hérna samkeppnishæft umhverfi fyrir stórnotendur sem er kannski lykillinn að okkar raforkukerfi eins og kemur, en setur okkur líka mjög ákveðna ramma fjárhagslega getu kerfisins. Við okkur hefur tekist að vera með mjög stöðugt raforkuverð og lágt í raun og veru. Þetta er svona hagkvæmasta raforkuverð sem við þekkjum í Evrópu. Og þetta er eina varan sem er seld á markaði, eins og raforka send, frá 2005, sem að Íslendingar búa við betri kjör heldur en önnur lönd. Og líka að tryggja orkuöryggi í þessu flókna kerfi. En það er líka mikilvægt að okkur hefur tekist að tryggja mjög mikinn stuðning við virkjanir sem grundvallast af sátt. Og við mælum þetta mjög gaumgæfilega fyrir okkur sjálf hverju ári og stuðningurinn hefur raun og veru aldrei verið meiri við orkuvinnslu frekar og bæði við núverandi orkuvinnslu og frekari orkuvinnslu. Og það er afskaplega mikilvægt hvernig við stöndum að þessu, bæði í öllum okkar verkum, hvernig svona auðlindarentunni er skipt, hvernig við högum rekstri okkar, hvernig við tölum við samfélagi, hvernig þetta þróast. Þetta er mjög brothætt. En yfirgnæfandi meirihluti 65% er jákvæður og meðan að 20% er neikvæður og mjög fáir eru mjög neikvæðir.
En ég segi sko, það sem setur kerfin okkar svona skýra fjárhagslega ramma er það að við erum að selja svokallaða strandaða orku til stórnotenda, til alþjóðlegra fyrirtækja sem eru að kaupa raforku út allan heim. Þetta er bara hluti af alþjóðlegu markaði. En þessi fyrirtæki bæði eru bara tilbúin að borga ákveðið og hafa líka bara ákveðna getu til að borga, bara til þess að þeirra rekstur gangi upp. Og það setur þessi efri mörk í því bara hvað við getum samið hátt raforkuverð. Við höfum verið að ná að hækka það verulega, bara í endursamningum, en það er samt mikilvægt að skilja það að það eru alveg efri mörk hvað er hægt að gera, þá fara þessi fyrirtæki að loka. Og það er hægt að skoða svona, við megum ekki tala um raforkusamningana, en það er hægt að skoða svona hvar liggja mörkin svona. Það er áhægt að það er hægt að tryggja bara hvað er verið að semja í langtíma samningum í til þessu Noregi, og þetta er sem fyrir vindorku verð í Noregi. Það sem er verið að gera þetta mikið af svona samningum sem þekkt verð, þetta er sem án jöfnunar, sem skiptir miklu máli. Þá menn að semja svona $40–50 á megavattstund, sem alls ekkert hátt með að við kostnaði við raforkunnar. En við hjá Landsvirkjun höfum langt árabil fjallað þetta mál varðandi skipting af orkuauðlindinni, og þetta er erindi sem frá ársfundi Landsvirkjunar 2011, ár eftir ég tók til við sig forstjóri Landsvirkjunar, að þá vorum við að leggja á stað í þessa vegferð að endursemja við stórnotendur og sögðum þá strax við stjórnvöld og bara samfélagið, það er afskaplega mikilvægt að við ákveðum hvernig við skiptum auðlindarentunni. Af því það eru stjórnvöld með bara leikreglum ákveða hvar þetta verð sem við ráðum ekki heldur að semja á mjög krefjandi alþjóðlegum markaði, hvernig það skiptist, og það eru 5 má segja svona hagaðilar sem má segja gera tilkall til auðlindarentunnar. Það er má segja raforkufyrirtækið og eigendur þess sem leggja fyrirtækið til fjármagns. Það eru landeigendur sem eiga auðlindina, sem leggja til auðlindina. Það er nærsamfélagið, eins og bara sveitarfélagið, Skeiða- og Gnúpverjahreppur og sveitarfélögin sem leggja áherslu á það. Það eru viðskiptavinirnir sem vilja fá hagkvæmt raforkuverð, eða samkeppnishæft raforkuverð, og síðan það má segja íslenska ríkið að þjóðin sem gerir svona, og oft í umræðunni þá oft talað það að íslenska ríkið eigi þessu auðlind, sem alls ekki rétt. Þetta er alveg grundvallarleg breyting frá til fiskveiðiauðlindinni, þar sem að þjóðin á auðlindina, í þessu tilviki á landeigandinn auðlindina, og síðan hins vegar ríkið mjög landeigandi, sérstaklega með þjóðlendulögin sem eiga það. Og þarna á þessu tíma þá lögðum við sérstaklega áherslu á að það væri sérstaklega nærsamfélögin sem við töldum að þyrftu að fá meira, og sérstaklega þyrfti að taka á því líka að það væri mjög ósanngjörn skipting í því sem væri borgað til sveitarfélaganna. Og þekktustu dæmin eru náttúrulega milli Fljótsdalshrepps og Múlaþing sem með all áhrifarsvæði Fljótsdalsvirkjunar fær sáralítið, en Fljótsdalshreppur sem fámennur hreppur þar sem stöðvarhúsið fær mjög háar greiðslur. En þannig að það er síðan þessir aðalir, og þarna þarf að vanda til verka, og þarna þarf í raun og veru að passa sig að því þarna myndast líka þessi sátt sem alveg grundvallaratriði fyrir því að við fáum að halda áfram að byggja upp. Þannig að bara svona þetta license to operate, að það sé til staðar sem í mörgum löndum, bara til þess að vinum okkar í Noregi, þá er Norðmenn algjörlega glata því. Það er bara orkuuppbygging í Noregi, sérstaklega vindorka algjörlega á stopp. Ég var bara í heimsókn hjá kollegum mínum hjá bæði Statkraft og Hafslund sem eru stærstu orkufyrirtækin í Noregi. Ég var þar bara núna fyrir 3 mánuðum síðan. Þá sögðu þeir báðir við gerum ráð fyrir því að muni aldrei aftur vera byggt vindorkuver í Noregi. Við erum búin að missa bara traust samfélagsins út af því hvernig högum okkar málum. En má segja ef við horfum á bara einkarétt landeiganda, þá er það alveg ljóst að einkarétturinn sem vatnsréttinn eru eign landeigandans, og það þarf að semja við landeigandann til þess að geta fengið það. Og þetta er kannski öðruvísi í mörgum öðrum löndum að mörgum löndum að þá er vatnsauðlindin í eigu þjóðarinnar eða ríkisins. En hér er það ekki þannig,
og það myndast ákveðin aðferðafræði sem hefur verið gerð. Þetta gerist fyrst í Sogsvirkjunum og Mjólká og Ljósafossi, en síðan kannski fyrsta svona dæmið í svona næri tíma er við Blönduvirkjun, þar sem var fyrst skiptið svona ákvörðun fyrir stóra virkjun, þar sem matsnefnd komst að því að hvernig bæturnar skyldu ákvarðar út frá bæði hagkvæmnivirkjunnar og fleiri þátta, og var það ákvarðað 0,7% af stofnkostnaði virkjunarinnar. En svo síðan er þetta mikil umræða sem verður við þegar Kárahnjúkavirkjun er byggð, og þar var í fyrsta skipti tekist mjög á það hvað er lagt til grundvallar, og þá kemur í fyrsta skipti hvort að það eigi að vera það eigi að fá hlutfall af tekjum, hvort að það eigi að koma inn, og það var lögð fram mikið af rökum fyrir það, en Hæstiréttur fjallaði þetta mál og kvað upp úrskurðinn 2012, og það var satt fjölskipaður Hæstiréttur með 7 dómurum, og þetta er einn af fáum dómum sem að Hæstiréttur komst að samhljóða niðurstöðu eftir að skoða málið gaumgæfilega, að það skyldi byggja á sömu leið og áður, þar sem yrði horft á hlutdeild af stofnkostnaði virkjunarinnar og þess að það er mikilvægt að þessi leið sem hefur valið á Íslandi, þetta er sama leið og hefur verið notuð alls staðar annars staðar sem við þekkjum til. Það þekkist engin dæmi það að fyrir stærri virkjanir að þá sé farin önnur leið heldur en að borga raunir út frá því óhagræði sem að landeigandi verður til fyrir, eða þá, og svo horft til líka arðsemisvirkjunar, hvað er hægt að greiða. Í Noregi var leyft fyrir svona minni vatnsaflsvirkjanir, þar myndast hefð að þar hefur verið borguð þessi hlutfallsleið, en alls ekki stærri virkjunum. Gerðardómur, svo var tekið aftur fjallað þetta vegna þess þegar var ákveðað vatnsréttindi núna fyrir virkjanir í Þjórsá, og þar var samkomulag milli Landsvirkjunar og fjármálaráðuneytisins að þetta mál færi fyrir gerðardóm sem var hluti af gömlum samningi, og gerðardómurinn komst sem var skipað af 5 dómurum, komst að sömu niðurstöðu að það skyldi byggja á þessari hefð sem væri, og líka raunveru það er skýrt líka ef það ætti að gera breytingar, svona grundvallar breytingar á því hvernig við förum með auðlindir sem eru á Íslandi, af því að það er í grunninn Alþingi sem að ræður leikreglunum, að þá skyldi það vera með aðkomu Alþingis, ekki í samningum einstakra fyrirtækja eða frumkvæði á starfsmanna fjármálaráðuneytisins. En kjarnimál sem var þarna, það ætti að halda sig við þá framkvæmd sem íslenskur réttur hafði byggt á í áratugi, sem er þessu út frá stofnkostnaði og út frá hagkvæmni virkjunarinnar. Og niðurstaðan var bara afgerandi, að þetta var bara staðfest og fjalla mjög vel það efnislega, og hvet bara menn að kynna sér það ef menn vilja skoða hvaða ákveðið það byggði. En svona, við höfum líka sagt að þetta sé mjög, eins og ég hef sagt opinberlega, að ef að þessi leið væri farin, að þá væri raun og veru verið að búa til ákveðið kvótakerfi. Ef við förum að setja þessi stóra auka verðmæti orkuréttindana eða vatnsréttindana eða jarðréttindana, að þá væri verið að gera það, og það er kannski, það er alveg möguleiki að við viljum gera það, en þá er það Alþingi sem þarf að stíga þar inn og marka þá stefnu og gera þær breytingar. En við viljum segja það bara að okkur hefur gengið vel að gera þessi samninga. Landsvirkjun hefur sárasjaldan þurft að beita eignarnámi. Okkur hefur gengið vel að semja við aðila þessi réttindi á þessum forsendum, og hvetjum bara að það sé vandað til verka ef við ætlum að breyta því. Þannig að ef við hugsum til framtíðar, að þá er mikilvægt fyrstulega að tryggja áfram samkeppnishæfni orkuvinnslunar. Og í dag er það þannig að það er arðsemi orkufyrirtækjanna er ekki há, og flest orkufyrirtækin eru með eigendur orkufyrirtækja myndu krefjast í raun og veru hærri arðsemi. Við erum að koma með raforkuverði til stórnotenda, þannig að við heyrum í auknu mæli bara að tala að það sé komið bráðum að loka. Við erum bara að hlusta á fjölmiðla til þess.
ég held að það sé nú ekki alveg þar. Nærsamfélögin kalla mjög eftir auknum greiðslum og það er frumvarp sem á að koma fram núna bara á haustþingi sem mun taka á því. Þannig að þessir hagaðilar, og svo eru það með landeigandann, hagaðilar, sko, ef að við ætlum að greiða einu meira, þá verðum við að taka það af öðrum aðila. Ef við ætlum að fara að greiða til þess að geta bara réttlætt orkuvinnsluna, til að geta staðið undir fjárfestingunni, að þá þurfum við að finna leið til þess og við sjáum ekki að það sé hægt. Stjórnvöld móta reglurnar og þau svona ákveða raun og veru hvernig arðurinn skiptist milli hagaðila. Það er bara leikreglur samfélagsins sem stjórnvöld hafa alla burði til að gera. Og svo er náttúrulega líka stærsti landeigandinn og það er þeir sem setja bara fordæmi fyrir því hvernig greitt er fyrir auðlindina. Og ef þau ætla að breyta því að þá er mikilvægt að það fái vandaða umfjöllun hjá Alþingi og menn séu þá meðvitaðir hvaða áhrif það hefur á aðra hagaðila og hvaða áhrif það getur haft á sáttina sem orkuvinnsluna í dag. Og sáttin næst að því að þessi jafnvægi á milli hagaðila, að raforkukaupendur fái samkeppnishæft stöðugt raforkuverð, raforkuframleiðendur fái ásættanlega orkuvinnslu, landeigendur fái ásættanlega greiðslu fyrir nýtingarrétt, nærsamfélög fái jákvæð áhrif og sanngjarna skiptingu fyrir sveitarfélaga og að þjóðin upplifi að þetta sé sanngjarnt kerfi. Ef við pössum okkur ekki, þá missum við bara umboðið sem við höfum til þess að reisa þessar virkjanir og sem afskaplega mikilvægt að hafa bara til bara hagsbóta fyrir alla þjóðina og til hagsbóta fyrir alla hagaðila. Þannig að ég ætlaði ekki að hafa þetta lengra, bara heldur bara endilega bara eiga við eitthvað gott samtal vonandi eftir þessi mál og það spurningar sem hafi en bara gefa orðið til Óskars. Ég hafa lykilinn í, ég vilt vitna í eitthvað aftur. Og ég hafa lykilinn í, ég vilt vitna í eitthvað aftur. Flóki lykilorðar útilokan að sé það, sko. Góðir fundarmenn, við höldum áfram og gefum Ásgeiri næst orðið og síðan getum við í framhaldinu rætt hvort tveggja þar sem að framkvæmir hjá honum og Herði eða þar sem að við teljum beint þeim spurningum og rætt þau hugðarefni sem við höfum við hvort þeirra sem er. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir fundarstjóri, komið í sæl fundarmenn þið sem að heima sitja eins og sagt er og aðrir sem fylgjast með úr fjarlægð. Það er ljóst að fundarstjóri hefur nokkuð gott minni því það eru 19 ár síðan ég kvaddi Orkuveitu Reykjavíkur sem aðstoðarforstjóri. Það er ég hef komið við innanlands og erlendis í orkumálum síðan og geri enn. Eftir orkuveitutímann þá leiddi ég fyrirtæki sem var sett hér upp sem hét Geysi Green Energy og sem að lauk lífi sínu nokkrum árum eftir hrun eftir að hluthafar þess dutt á nefið, ef svo má segja. Hafði fjárfest í orkuverkefnum víða heim og þar sem meðal annars við höfum séð alls konar samninga auðlindanýtingu, meðal annars tekjutengda, ekki síst í jarðhita. Nú síðan var ég stjórnarformaður og síðar forstjóri HS Orku og þetta var samfellt 10 ára tímabil til ársloka 2019. Síðan hef ég starfað sem ráðgjafi og mikið í orkumálum.
verkfræðingur á upplægi og liggur við að ég biðjast afsökunar á þegar ég fer með erindi á eftir að vera ekki lögfræðingur, en ég mun hins vegar aldrei biðjast afsökunar á að vera ekki lögfræðingur. Ég fekk hins vegar aðstoð lögfræðinga við að koma inn á ákveðnum atriðum sem þið sjáið á eftir. Meðal annarra atriða í aðkomu minni að svona málum er nýlegt verkefni þar sem ég var gerðardómari, einn af gerðardómurum í málu sem snýr að mati á verðmætum jarðvarmaauðlindar og kaldavatnsauðlindar til vatnsnýtingar, sérst í heitu og köldu vatni. Þannig að ég hef komið að þessum málum úr nokkrum áttum og það er eiginlega alveg ótrúlegt í þessu viðfangsefni með það sem við erum búin að heyra Hörð segja að þið heyrið mig tala eins og við séum úr ykkur annarri veröld. Þar sem hann talar stóru virkjanirnar Landsvirkjunar og þá veröld, ég tala meira önnur verkefni sem eru jafnvel minni og hafa mörg hver meiri snertiflöt við aðila að Landssamtökum landeigenda á Íslandi og það er eins og þetta sé bara sitt hvor veröldin, en það er einn aðili sem situr yfir öllu saman og það er íslenska ríkið og það er algjörlega með ólíkindum hvernig það er hægt að hafa þetta misskipt á milli aðila. Það er annars ekki hægt að tala þetta viðfangsefni án þess að horfa til orkumarkaðarins og löggjafarinnar á orkumarkaði og þeirra samkeppni sem þar á að ríkja. Og ég segi sem þar á að ríkja. Ríkir að vissu leyti ekki. En það eru nokkrar matsaðferðir til að komast að niðurstöðu hvað skuli greiða fyrir nýtingu vatns og orkuréttinda. Þriðji punkturinn er leiðin sem að Hörður talaði sem er komin að því virðist ákveðin hefð á við stærri virkjanir á Íslandi, allavega í vatnsafli. Það eru til stóra virkjanir í jarðhita þar sem þessu er ekki fyllt, heldur það er tekjutenging. En það er að meta endurgjald til landeigenda út frá stofnkostnaði við nýtingu auðlindar samanber til dæmis Kárahnjúkar og Þjórsárversvæði, eins og Hörður kynnti fyrir okkur áðan. En ég tel fyrst upp markaðsverð, það er það verð sem notandinn, orkuvirkjunaraðilinn eða orkufyrirtækið, getur keypt sambærilegan aðgang af öðrum aðila eða það verð sem sambærilegi kaupendur greiða fyrir auðlindaaðgang annars staðar. Þetta getur svo verið nátengt næsta atriði sem er þá að tengja verðmæti auðlindar við verðmæti eða magn þeirra afurða sem byggja á nýtingu auðlindarinnar. Fast hefur verið vöxt á undanförnum árum og áratugum að samningar hér á landi nýtingu auðlinda til orkuvinnslu eða vatnstöku taki mið af verðmæti þeirra framleiðslu sem byggir á nýtingu viðkomandi auðlindar þar að sé tengt orkuverði, ekki arðsemi virkjunar heldur söluverðmætinu. Og svo í lokin þá eru til fleiri nálganir svo sem eins og að meta verðmæti réttindana út frá fórnarkostnaði landeigenda gagnvart í til dæmis að ráðstafa landi til orkuvinnslu fremur en annarra nota eða hreinlega sölu landsins. Þannig að það eru til margar aðferðir til þess að gera þetta. Nú, svo er það lagafrumskórinn sem ég fekk aðstoð með í þessu tilviki. Í fyrsta lagi eru raforkulög nr. 65 frá 2003, síðan eru lög verndar og orkunýtingaráætlun nr. 48 frá 2011. Þetta er náttúrulega fyrirgefið leiðileg þurr upptalning, en þetta skiptir máli. Það eru lög rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu nr. 57/1998, það eru vatnalög nr. 15 frá 1923 og ég vitna aðeins í þau á eftir. Lög stjórn vatnamála nr. 36 frá 2011, svo er það skipulags- og umhverfislöggjöfin, þar með talið mat á umhverfisáhrifum án þess að telja upp allt sem þar er undir. Ekki eru beinlög jarðhita, en jarðhiti er einfaldlega hluti af eignarrétti landeigenda og hefur líklega verið svo það bil frá landnámi, svo sem eins og með vatnsréttindi. Það sama gildir vindorku, það landeigandi á rétt að hagnýta þá vindorku sem á jörðinni er. Aðeins raforkulögin frá 2003. Markmið laga þessara, þetta er mikilvægt, markmið laga þessara er að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu orkukerfi, raforkukerfi og efla þannig atvinnulíf og byggð í landinu. Í því skyni skapa forsendur fyrir samkeppni, vinnslu og viðskiptum með raforku með þeim takmörkunum sem nauðsynlega reynast vegna öryggis raforkuafhendingar og annarra almannahagsmuna. Samkeppni í vinnslu og viðskiptum með raforku. Það er búið að lögfesta 25 ára orkuöflunarstefnu í landinu sem skal lögð fram af ráðherra á 4 ára fresti. Þetta var gert með breytingalögum nr. 17/2026 sem tóku gildi í mars síðastliðnum og hafa þá áhrif á raforkulögin. Nú síðan má nefna orkustefnu fyrir Ísland árið 2020. Það sem meðal annars kemur fram að orkuauðlindir sem eru í opinberu eigu verða það áfram og er greitt auðlindagjald af nýtingu þeirra. Til að Ísland verði áfram samkeppnishæft er mikilvægt að til staðar sé virkur samkeppnishæfur orkumarkaður
og svo framvegis. Samkeppnin á sér mikilvægan þátt í þessu máli. Það eru aðrar áhugaverðar tilvísanir, til dæmis í stjórnarsáttmálann frá 21. desember 2024 og fyrri stjórnarsáttmála reyndar líka í fleirtölu. Með aðgerðum til að auka orkuöflun, styrkja flutningskerfi og bæta orkunýtni þannig að stutt verði við orkuskipti og verðmætasköpun allt land. Ferli leyfisveitinga verður einfaldað, tímafrestir lögbundnir og verkefni í nýtingarflokki rammaáætlunar látið njóta forgangs í stjórnsýslu orkumála. Fyrirgefið mér upptalningu þetta skýrir sig sumt á eftir. Það er ágætt að hafa svona þráðin í þessu. Ríkisstjórnin mun vinna að breiðri sátt lagaumgjörð vindorkunýtingar og sjá til þess að stærri hluti tekna af orkumannvirkjum renni til nærsamfélags. Við getum alveg örugglega verið sammála um þetta. Raforkulögum verður breytt til að tryggja forgang heimila og almenna notenda. Síðan var grænbókin 2022 samkeppni orkumála á orkumarkaði. Samtök iðnaðarins og fleiri hafa lagt áherslu margoft á virka samkeppni á orkumarkaði. Aðalatriðið á þessar glæru undirritaði stendur hérna við Hólsvirkjun í Fnjóskadal, en það er svona myndskreitingin. 7 megawatt virkjun við eigum Arctic Hydro. Arctic Hydro er félag sem ég er stjórnarmaður í. OECD orkumarkaðinn á Íslandi árið 2022 leggur áherslu á endurbætur í lagaumhverfinu og regluverkinu, Reforming the Regulatory Framework. OECD árið 2025, Simplifying the Licensing Process, það er að segja einfalda leyfisveitingaferli. Það er fylgst með okkur. Og svo til umhugsunar, ekki síst fyrir landeigendur. En ég ætla að byrja á að tala um myndina af það. Ég er stjórnarformaður í litlu orkufyrirtæki sem hyggur á meiri vöxt sem heitir Kér Ísland og er að þróa nokkur vindorkuverkefni og er eigandi Arctic Hydro sem á þessar vatnsaflsvirkjanir fyrir norðan. Við eigum 2 litlar vindmyllur í Þykkvabæ. Við rifum gamlar myllur sem höfðu farið í gjaldþrot hjá einkaaðila sem nú er látinn því miður, blessuð sé minning hans. En við tókum það niður og settum nýja vindmyllur, alveg eins og Hörður og hans fólki í Landsvirkjun hafði sett upp á hafinu árið 2013 eða 2014. Nágrannar okkar í Þykkvabæ báðu okkur í fyrrasumar fyrir kartöfluhátíðina að gera vindmyllurnar meira áberandi. Takk eftir. Þeir báðu okkur að gera þær sýnilegri með því að lýsa þær upp. Þess vegna er hún böðuð í rauðum ljósum, eða þær báðar reyndar, systir hennar líka sko. Og svo er gaman að segja frá því að nágrannarnir voru svo ánægðir með vindmyllurnar að þeir fengu nafnið Blíða og Blær. En að alvarlegri málum, sem sagt fyrir landeigendur, ríkið veltir jafnan upp jafnræðisreglunni. Það er umhugsunarvert að rammaáætlun og lög um rannsóknir og nýtingu ganga út á það að virkjunaraðili geti unnið að virkjunarkosti án þess að hafa neinar eignarréttarheimildir. Hugsið ykkur þetta. Rammaáætlun gengur til dæmis út á það að það sé bara fjallað um einn virkjunarkost á tilteknu svæði og 2 aðilar geti ekki komið með sama virkjunarkosti. Það hefur gerst að aðilar hafi verið að vinna á sama svæðinu, en það getur bara einn farið áfram. Þannig mætti til dæmis nefna virkjanir í Skagafirði og aðra virkjanir þar sem ríki og landeigendur eiga rétt. Þegar kemur samningum væri það aðilinn sem tók verkefnið frá í rammaáætlunarferli sem yrði samið við, þá er þetta orðið eitthvað svona pissukeppni, hver er fyrstur, að mýga utan í steini. Þetta er svolítið sérstakt. Þetta er líka að gerast vegna minni virkjana, það er þegar aðilar fá rannsóknarleyfi óháð vilja landeigenda. Í raun er kerfið þarna hagstætt virkjunaraðilum en réttindi landeigenda mæta afgangi. Mér finnst pínulítið erfitt að segja þetta, ekki af því að ég er virkjunaraðili, heldur að mér finnst að það megi leggja meira sameiginlegar áherslur og sameiginlega hagsmuni í þessu máli, frekar en andstæða. Og það er fleira til umhugsunar fyrir landeigendur. Ímyndum okkur að orkufyrirtæki setur virkjunarkost án samráðs við landeigendur. Og hann fer inn í rammaáætlun og hann endar svo í verndarflokki rammaáætlunar. Alþingi fer svo í að vernda landsvæði fyrir virkjun sem er 10 megawatt eða stærri án þess að landeigandi hafi verið nokkuð tímanum virkur aðili í ferlinu. Og þá ber sveitarfélaginu að fara að vinna friðun landsins án þess að hafi nokkuð tíma verið talað við landeigandann. Þetta er virkilega hægt að gera þetta svona. Þetta fjallaði Hæstaréttarmáli við Jökulsá á Fjöllum til dæmis að staða landeigenda mætir afgangi. Ég ætla ekki að fara dýpra ofan í það mál hér. Löggjöfin fjallar undirbúningsstig gagnvart ríkinu, uppsetningin tekur dálítið mið af því að réttur landeigenda mætir afgangi. Það er í hæsta móta rökrétt
að orkufyrirtæki leiti eftir samningu við landeigendur fyrir slíkt undirbúningsstig. Það má gera meira af því. Og enn fleiri vangaveltur. Undirbúningsferli orkuvinnslu, kröfur vegna skipulagsmála og umhverfismats eru þungar. Undirbúningur virkjunar tekur því allt of langan tíma. Landeigendur þurfa að vera þolinmóðir. Svo getur þurft að semja við ríkið eða einstaka landeigendur sem tekur mikinn tíma. Við erum með dæmi hjá Arctic Hydro norður í landi í dag, þar sem er búið að semja við alla einkaréttar eigendur, alla einkaaðila, en það er búið að semja við ríkið í 3 ár í sama verkefni, þar sem ríkið á mikinn minnihluta réttindana. Umhverfismat og skipulag getur kallað á tímafrekar rannsóknir og svo möguleg kæruferli og svo framvegis. Og vegna hægagangsrammaáætlunar sem mættu margt segja virki ekki eins og uppálagt með, þarf oft að vinna rannsóknum, umhverfismati og fleiru áður en rammaáætlun afgreiði verkefni. Þá í raun og veru vegna hægagangsrammaáætlunar verið að vinna verkefni svolítið í öfugri röð. Það stóð til að rammaáætlun myndi fyrst geta farið yfir þau og flokkaði og síðan yrði farið í kostnaðarsamari aðgerðir. Við skulum bera þetta saman svona fljótt í huganum við stjórnarsáttmála og ábendingar OECD hvernig þetta ætti að vera. Og örlítið meira. Eftir að framleiðsla á raforku var farið í samkeppnisumhverfi hefur aldrei átt sér stað eignarnám á vatns- eða jarðhitaréttindum til raforkuframleiðslu. Það hefur ekki gerst síðan að raforkan fór í samkeppnisumhverfi. En hvað á að gera ef 60–90% landeigenda vilja gera samning vegna virkjunar en einn eða örfáir vilja ekki gera það? Þá væri hægt að hugsa sér að líta til ákvæðis í 53. grein vatnalaga frá árinu 1923, þar sem gera megi tilkall meirihluta til minnihluta eiganda sem væri á móti. Þetta er dálítið sérstakt. Það vantar í löggjöfina skýra línur hvenær forsendur eru til eignarnáms, það er að skilgreina hvenær almannahagsmunir standa til þess að virkjun skuli byggð, jafnvel þótt hún verði rekin í samkeppnisumhverfi. Þetta skiptir mjög miklu máli. Og síðan aðeins aðgengið að auðlindum og endurgjaldi, sem svona kannski kjarni máls. Það hefur aðeins komið fram hérna í dag að ég ætla að fjalla hérna hefðbundna vatnsréttarsamninga, þar sem er greitt fyrir vatns- og landréttindi og jafnvel greitt fyrir einhvers konar ónæði eða umferð og svo framvegis, ekki síst á framkvæmdatíma. Hefðbundnir samningar allavega fyrir minni virkjanir og ég endurtek fyrir stærri virkjanir í jarðhita er það til á Íslandi líka. Eru tekjutengdir orkuframleiðslu, þeir eru ekki afkomutengdir, hagnaðartengdir og þeir eru ekki tengdir stofnkostnaði. Þessi samningar gilda yfirleitt til 50–65 ára, lög leyfa 65 ár pluss framlengingu helming þess tíma. Árleg greiðsla í upphafi 2–4% af tekjum hefur verið algengt og hækkar svo í þrepum ofta á 5 ára fresti upp í alltaf 10% af tekjum á 20–30 árum út samningstíman. Ríkið sem að Landsvirkjun samdi við og fór í gerðardóm með, er ekki rétt munið hjá mér að það var Landsvirkjun sem hóf gerðardómsmálið í Neðri Þjórsá. Hvernig var það til? Upplýstu okkur það. Að samkomulag milli aðila að fara með þetta í gerðardóm. Já, ok, takk. Ríkið semur þar við, niðurstaða gerðardóms milli ríkis og Landsvirkjunar er að fara gömlu leiðina eins og ég vil kalla það, stofnkostnaðarleiðina, á meðan að ríkið fer fram á það við aðra aðila að greiða alltaf 10% af tekjum í auðlindagjald. Við erum á samkeppnismarkaði, gleymum því ekki. Þessar greiðslur hækkar sér upp í alltaf 10% á 20–30 árum og gilda þannig út samningstíma. Ríkið hefur síðan sést meira sig að gera enn frekari kröfur en þetta, þar segja upp í 10% í seinni tíð við einkaaðila sem eru að semja afnot af ríkislandi. Nú það er lagaheimild til gjaldtöku samkvæmt auðlindalögum nr. 57/1998. Það eru líklega til það bil 30–40 svona samningar á Íslandi frá árinu 2004 og það eru líklega 20 hliðstæðra samninga vindorku en þar er hlutfall tekna til greiðslu til landeiganda töluvert mikið minna heldur en þarna greinir, miklu minna. Ég ætla að taka sér hérna dæmi sem að sum ykkar og allavega hörður hafa séð áður og þetta eru ekki alveg nýjar tölur en ég geri þetta til þess að varpa ljósi á mismunin sem að ríkir á þessum samkeppnismarkaði og hann hefur áhrif á tekjumöguleika landeiganda. Byrjum hægra megin, Kárahnjúkar, eignarnáms
stofnbætur miðast við verðlag árið 2007 og þær voru greiddar 1,54 milljarðar króna, auk vaxta og dráttarvaxta. Framreiknað til ársins 2019, sem voru þær tölur sem ég byggði þessu útreikninga á sínum tíma, voru það liðlega 3 milljarðar króna. Ef maður umreikna það yfir í tekjustreymi til einhvers langs tíma, þá mætti reikna það út frá einhverju vakki fyrir veiknum fjármagnskostnaði 152 milljónir króna á ári, kannski meira. Orkuvinnsla virkjunarinnar árið 2019 var 4.836 gígavattstundir samkvæmt ársreikningi Landsvirkjunar. Meðal orkuverð Landsvirkjunar árið 2019 samkvæmt ársreikningnum var 4,18 krónur á kílóvattstund. Rekstrartekjur virkjunar samkvæmt þessum útreikningi voru 20,4 milljarðar og greiðslan sem hlutfall af tekjum reiknast á það bil 0,75% af tekjum. Samkvæmt þessu. Hliðstætt fyrir Þjórsártungnarsvæðið, þar sem var farið í samkomulag vegna ákvörðunar eftirlitsstofnunar EFTA frá 2016 og Búrfell 1 var undanskilið. Það var eingreiðsla fyrir fortíðina upp á 1,5 milljarð og greiddar 90 milljónir króna á ári. Orkuvinnslan 5.015 gígavattstundir árið 2019, orkuverðið það sama, þetta er meðalverð Landsvirkjunar, rekstrartekjur virkjana á þessu svæði þá rétt tæpi 30 milljarðar og greiðsla sér hlutfall af tekjum tæplega 0,5%. Þetta má setja í samhengi við seinni tíma samninga alltaf 10% tekna séu greiddir í auðlindagjöld. Athygli vekur að í samningum Þjórsárssvæði er vísað í eignarnám vegna Kárahnjúka og í báðum tilvikum afgjald sett í samhengi við stofnkostnað virkjana, ekki tekjur. Aðrir aðilar en Landsvirkjun geta ekki farið svona áfram í uppbyggingu virkjana og samkomulagi til dæmis við ríkið. Það er ekki í boði. Það er verið að bjóða öðrum aðilum að greiða alltaf 10% tekjum til ríkisins og við störfum á samkeppnismarkaði meðal annars í samkeppni við Landsvirkjun. Ég vitna þarna í heimildir, það eru samningar, dómar og fréttir viðkomandi mál, orkuvinnsla og tekjur af heimasíðu Landsvirkjunar. Mér langar síðan til viðbótar að nefna það, og Hörður kom réttilega inn á það, að orka á Íslandi er eina varan sem er ódýr að kannski fráskildu vatni, köldu vatni, drykkjarvatni, í öllum samanburði. Allt annað er dýrt á Íslandi. En er orkan rétt verðlögð á Íslandi á samkeppnismarkaði? Ég vil meina hún sé það ekki, ég vil meina hún sé of ódýr. Og ég ætla að nefna því til stuðnings að Landsvirkjun skila mjög lágri arðsemi eiginfjár á þeim verðum og Landsvirkjun setur svolítið línuna vegna þess að Landsvirkjun selur mikið inn á smásölumarkaðinn. Undanskiljum kannski stóriðjumarkaðinn sem reyndar eru fleiri aðilar á, Hásorka og Orkuveita Reykjavíkur líka. En það er erfitt að keppa á markaði á móti Landsvirkjun sem selur inn á heildsölumarkaðinn til dæmis sem síðan er notað til smásölu. Landsvirkjun skila lágri arðsemi á eiginfé. Ef maður reiknar hana út frá raunvirði eignanna frekar en bókfærðvirði, þá má til sanns vegar færa að það sé í árafjöld neikvætt raunvirði eiginfjár. Út frá bókfærðvirði kannski aðeins annað, en það er viðurkennd staðreynd að arðsemin er lág. Kannski á hún að vera það, en það gengur bara ekki upp á samkeppnismarkaði. Og af hverju er ég að tala um þetta? Vegna þess að ykkar landeigenda verðmæti í landareignum sem hugsanlega eru nýtt og samið til orkuvinnslu, eru undir áhrifum af þessu. Ef allir aðrir geta bara farið á samið við ríkið, þá kannski fáið þið enga slíka samninga vegna þess að einhverjar aðrir undirbjóðu ykkur. Og það væri heldur ekki mjög skynsamlegt. En ríkið velur á milli aðila, sumir fá að semja við ríkið vel og aðrir verða að borga mikið. Landeigendur margir hverjir, þeir hafa notið samninga af þessu tagi sem ég er að tala um og ég tel að það muni halda áfram í þeim dúr í fjölmörgum verkefnum, jafnvel stærri. Það eru til samningar svona verkefni upp á vatnsaflsvirkjanir í tugum megavatta, þannig að það er ekki bara litla virkjanir. Að þessu sögðu segi ég eins og Hörður, ég hlakka til umræðinu á eftir og þakka gott hljóð. Takk fyrir mig. Já, þakka þér fyrir, Ásgeir. Já, þá er nú orðið laust og ýmislegt sjálfsagt sem að... Já, gjörðu svo vel, Hörður.
Já, endilega. Bara fínt að fá þessar hugleiðingar frá Ásgeiri, en kannski aðeins bara, ég held sem margt eru alveg í sammála, til dæmis að leyfisveitingaferlið er fáránlega þungt og ég held að leyfisveitingaferlið, ég hef sagt opinberlega, ég held að leyfisveitingaferlið bara eins og þessi meðferð á okkur í Hvammsvirkjun til dæmis, að gera það verkum að það getur eiginlega engin byggt virkjun nema Landsvirkjun, svona sem fer svona þannig alla leið, og það er kannski ekki allir sem gerir sig grein fyrir því að eftir að rammaáætlun fór í gegn, það hefur enginn farið með virkjun í gegnum rammaáætlun nema Landsvirkjun. Við fórum í gegn með Þeistareykja, sem var fyrsta jarðvarmavirkjunin. Við fórum með Vaðölduver, sem var fyrsta vatnsaflsvirkjunin sem fór, og við erum núna farið með Hvammsvirkjun í gegnum rammaáætlun. Þannig að það hefur verið nánast ómögulegt og fyrir fyrirtæki að taka, eins og við erum að taka þessi miklu fjárútlát í þessari vegferð, að ég held að það myndi fagna því. Og ég held að varðandi samkeppnina, ég tek alveg undir það að hún er mikilvægt. Ég held samt að menn tala svolítið mikið niður raforkumarkaðinn, hvernig raforkumarkaðinn hefur virkað frá 2005 frá þegar maður settur á markaði. Af því að markaðar er ekki bara kauphöll, eins og menn að tala núna komið raforkukauphöll. Markaðar er náttúrulega mjög mikið í tvíhliða samningum og raforkan er eina varan sem er á samkeppnismarkaði. Vatn er ekki á samkeppnismarkaði. Heita vatn er heldur ekki á samkeppnismarkaði. Heita vatn er líka mjög hagkvæmt hérna, en eina vara sem er á samkeppnismarkaði er raforkan sem er svona hagkvæm, sem við getum verið stolt af, og að hvernig við höfum getað veitt þetta samkeppnishæfa umhverfi. Varðandi raforkumarkaðinn, almenni markaðinn er það lítill að hann basically skiptir ekki öllum miklu máli í orkuvinnslunni. Það er bara 4 teravattstundir markaður sem er búið að virkja fyrir og við getum ekki réttlætt að virkja fyrir hann. Við erum að virkja fyrir hann alþjóðlega stórnotandamarkað og þar er okkur bara mjög þröngur stakkur búinn hvað við getum samið orkulega eins og sagði áðan. Þannig að það er svona tölur mér hérna, ég ætla ekki að vera leiðrétta tölur, en það er svona frjálslega að fara með svona nokkra tölur, en að varðandi hvernig aðrir hafa samið þessa hlutdeildarleið. Auðvitað mega menn semja alltaf, en Landsvirkjun hefur ýtt mjög á móti þegar ríkið hefur mætt Landsvirkjun og bara bent á það að þetta sé óskynsamlega. Ég held að aðrir sem hafa verið að semja ríkið hefur þetta ýta miklu meira á móti og segja bara, þetta er ekki skynsamleg leið. Aðrir hafa bara ákveðið að semja svona sem er alveg frjálst. En eins og ég segi, það er mjög fáar virkjanir sem ég er að tala um orkuvinnsluna, sem hafa verið byggðar á þessu auðlindagreiðslumódeli, og þær sem hafa verið byggðar sem við þekkjum, sem hafa rekin í sjálfsfélagum, þær hafa endað með ósköpum. Það er verið farið bara á hausinn, því að bara raforkuverðið, þá er ég að meina eins og á virkjunum sem var byggð á Austfjörðum, sem lenti í miklu vandræðum. Af því að einfaldlega eins og á því raforkuverði þá ber markaðurinn ekki þessa greiðsluna mínum mati. Þannig að ég held að stjórnvöld þurfa, og þá var alveg skýrt tekið á þetta í Kárahnjúkadómnum, aftur í Gerðardómnum, sem að það var fjallað þetta mjög reynslumiklu lögmönnum sem komust að mjög skýrri niðurstöðu, og ef við ætlum að fara þessa leið, sem kemur alveg til greina, sem er verið að umbylta á auðlindagreiðslur fyrir raforkukerfið, þá er það ekki eitthvað sem einstök fyrirtæki semja við einhverja starfsmenn í ráðuneytinu. Þá er það Alþingi sem þarf að móta leiðina og horfa mjög á hvaða afleiðingar þetta hefur. Því að þetta er fjöregg sem við eigum og okkur hefur gengið mjög vel að reka, hefur myndast mikil sáttum, en ég er hins vegar alveg sammála að ég veit ekki hvernig þú komst að það væri neikvæð arðsemi af Landsvirkjun. Ef þú skilar hagnað þá getur ekki verið með neikvæða arðsemi, en hún er lág. Ég er alveg sammála því, hún er of lág, og það ég hef sagt á opinberlega. Við eigum að vissa eftir að endursemja við stærsta aðilann, og þessar tölur Kárahnjúkum eru náttúrulega, og Ásgeir á að vita það, að þetta er náttúrulega alrangar tölur, en það skiptir ekki öllu máli. En það er ekki margar virkjanir, við talum eins og vindorkan sem við talaðum hérna, ekkert af þessu vindorkum hefur verið reist. Það er enginn af þessum aðilum hefur tekið ákvörðun að reisa hvort að þetta ver muni bera sig. Og mér þetta er gaman að sjá það útreikninga sem að geta borið svona auðlindagreiðslur með það sem kostar að reisa vindorku
með það sem hægt að selja orkuna, þá er það eitthvað annað Excel-skjal en ég hef séð. Já, við skulum gjarnan heyra andsvör frá Ásgeiri og halda áfram. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Aðeins í þessu, það eru allnokkur fjöldi minni vatnsaflsvirkjana á landinu sem hafa verið byggðar samkvæmt þessum samningum. Ég tel mig vita hvað þú ert að vísa til þarna austur á fjörðum, en það eru virkjanir sem hafa bara gengið mjög vel með þessum samningum á þessum skrýtna samkeppnismarkaði. Og það er ekki að undra að ekki hafi verið byggt vindorkuver á Íslandi sem að vinnur eftir þessu, vegna þess að rammaáætlun hefur ekki hleypt neinu gegn nema Landsvirkjun. Það hefur enginn komist með vindorkuver í gegnum rammaáætlun nema Landsvirkjun. Þannig er nú staðan í dag, sko. Og það er meira að segja til dæmi það að starfsmenn rammaáætlunar hafi opinberlega sagt frá því að hluti af ástæðunni fyrir að verkefni hafi farið í gegn hjá þeim sé að því það er í ríkiseigu og það er ólöglegt að gera það þannig. En það var gert. Þetta er til skráð. En þessar tölur þær eru vissulega frá árinu 2019. Ég notaði þessar tölur sem voru svona besta árið til viðmiðunar þegar ég flutti erindum á viðskiptaþingi 2023. Þessar tölur eru eflaust eitthvað hærri núna. En það þurfa að vera 15 sinnum hærri til að ná 10%, sko. 15 sinnum hærri, sko. Eða 20 sinnum þarna megin. Og takt eftir hörðu þegar ég tala neikvæða arðsemi eiginfjár þá sagði ef við reiknum með að við markaðsvirði eigna en ekki bókvært-virði. Ég tók það sérstaklega fram. En þetta er bara fabulasjón hvert gæti verið virði eigna eigandans ef hann myndi vilja selja þér. Já, þetta er svoleiðis leikur. Ég veit ekki hvort við eigum að fara mjög langt í önnur atriði, ég ætla ekki að fara að munnhöggvast hérna, en það er bara að skipta skoðanir ýmis mál og endilega þá taka frekar við fleiri spurningum. Takk fyrir. Ásgeir gerði athugasemd við það að Landsvirkjun var eina fyrirtæki sem hefði fengið rammaáætlunarverkefni samþykkt vindorkuverkefni í rammaáætlun og ástæðan er svo að Landsvirkjun var eina fyrirtæki sem lagði fram virkjanakosti í vindorku í rammaáætlun 3 sem er svo rammaáætlun sem fengið afgreiðslu. Þannig að aðrir byrjuðu bæði seinna að þróa og flestallir aðrir lögðu ekki kostin í rammaáætlun, þannig að það er ekki búið að afgreiða rammaáætlun 4. Þannig að það er það að Landsvirkjun hafi fengið það var ekki sérmeðferð, eins og þú ert að gefa í skyn, heldur við vorum einu sem lögðum inn kosti til umfjöllunar í rammaáætlun 3. Ég held að það sé með leyfi fundarstjóra ég kom aftur. Ég held að sé reyndar þannig að annað af ykkar verkefnum, ef ég man þetta rétt, nú ætla ég ekki alveg að fullyrða það, annað af eitthvað 2 verkefnum sem fóru í gegnum rammaáætlun var ekki flokkað nýtingaflokka áætlun sjálfur heldur þinginu. Alltaf, já. Þingi ræður. Já, Alþingi ræður, það er Alþingi sem flokkar þetta svona, það er rétt. En nýlega þá til upplýsingar var rammaáætlun að fjalla 10 vindorkuverkefni sem öll voru í eigu einkaaðila og rammaáætlun sýndi fullkomið getuleysi í að flokka þau öll í biðflokk af hinum ýmsu skrýtnu ástæðum. En þau voru öll í eigu einkaaðila. Takk. Fundarstjóri og gestir, ég heiti Haraldur Þór Jónsson og er oddviti hérna í Skeiða og Gnúpverjahöfn og hef svona aðeins verið með af þessum 5 hagaðilum, þá hef ég verið fyrir hönd nærsamfélagsins og sveitarfélaganna. Ég ætla bara að fá að þakka Margeiri fyrir að halda þetta málþing hérna í Árnesi og gaman að heyra menn skiptast hér á skoðunum þar sem við erum með ríkisfyrirtæki öðrum megin og einkaaðilann hinum megin. Mér langar kannski að taka nokkur atriði. Það er alltaf rétt eins og kom fram að rammaáætlun er ráðgefandi fyrir þingið. Það er þingið sem afgreiðir virkjunarkostina. Öll umræðum flókið regluverk á sannarlega rétt á sér, en mest í flækjustöðulinn
hefur verið pólitískur ómöguleiki á þingi hvað á að virkja. Það stærsti tafaleikurinn á vegferð Hvammsvirkjunar og annarra virkjana síðustu ár. Ég myndi vilja fá rjúfa rökræðina þeirra félaga og horfa út frá áhrifum nærsamfélagsins. Eins og við höfum verið hér í sveitarstjórn Skeiða og Gnúpverjahrepps tökum mjög skýra afstöðu í þessu og það eru kannski fáir sem átt sagði að fyrir 3 árum þá sögðum við bara að við erum hætt að skipuleggja virkjanir. Samt eru flestir af virkjanakostunum mjög herði á þessu svæði og við sögum bara einfaldlega, við erum bara búin að sýna fram á það, þetta engin business fyrir okkur, við erum ekkert út úr þessu. Og aðal röksemda færslan í því hefur verið þá hef ég bara sýnt mynd af nærumhverfinu. Það er búið að framleiða 1/3 raforku í sögu Íslands í þessu sveitarfélagi og þá sjáum við hvað þessi 5. hagaðili nærsamfélagið hefur raunverulega borið lítið úr bitum. Og ég held að það sé svona kannski hluti af því að við stöndum svona í þessum slag sem er búin að vera og það hillir nú undir ný lög inn á þingi í haust sem að vonandi leysir þetta mál. Ég verð að veikja það að ég ætla að vera aðeins meira sammála Herði heldur en nú er ég meira bara búin að glemma hvað það heitir. Ásgeiri, það er að segja við sitjum hér í sveitarstjórn sem er annars vegar í miklu samskipti við Landsvirkjun en við höfum líka lent í því að fá hér utanaðkomandi einkaaðila sem hafa viljað skipuleggja hér vindorkuver á svæðinu og þar hafa bara stór hluti landareigenda þurfti bara að taka til varna vegna þess að það að einn landareigandi hafi hug á að byggja vindorkuver þá hefur það áhrif á jafnvel tugi landareigenda allt í kringum hann og þar finnst mér þessi umræða vera algjörlega á villigötum. Að mínum mati þá ætti forsenda þess að vindorkuver fengi yfir höfuð umfjöllun í rammaáætlun væri vilyrði viðkomandi sveitarstjórna og nærsamfélagsins til þess að fjalla verkefnið. Vegna þess að ef það væri staðan þá værum við ekki með á 50 vindorkukosta inn í rammaáætlun. Þá værum við kannski 3-5 í mestalagi. Þannig að ég held að verkefnið sé svolítið að skipta kúrs. Það algjörlega ótækt og eins og kom fram hér í erindinu að það geti ekki verið samtal við landareigenda og það jafnvel komnir virkjanakostir í verndarflokk eða nýtingaflokk og allt í einu má ég ekki gera við landið mitt af því að það einhver jafnvel erlend fyrirtæki sem ákveða að senda einhvern virkjanakostir rammaáætlun. Þannig að þetta ferli á mjög vondum stað. En ég vona það allavega að við sjáum vegferðinni sem breytast í haust. Ég vona það að nærsamfélagið fái þann sanngjarna ávinning sem að það á skilið sem að mínum mati mun leiða til þess að samtalið fara á allt annan stað og við förum í miklu uppbyggilegra samtal og förum að ná miklu meira árangri. Það er allavega ég ber væntingar til þess. Þakka þér fyrir Haraldur. Orðið laust. Ásgeir biður orðið. Hvað heitirðu? Birgir Ingþórsson heitir ég. Gjörðu svo vel. Geyma Ásgeir aðeins. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, ágætu fundamenn, eins og ég segði áðan, Birgir Ingþórsson heiti ég og bý á bænum Uppsölum í Austur-Húnavatnssýslu, þannig að ég kem úr Húnavatnssýslunni og ég vil nú í upphafi bara þakka fyrir þessi bæði erindi, þó þau séu kannski mjög ólík. Og ég held kannski að við þurfum að átta okkur öll á því og þess vegna kannski get ég ekki alveg tekið undir með Herði að það sé mikil sátt. Ég held nefnilega að sáttin sé mjög lítil. Hver ástæðan? Ástæðan nákvæmlega það sem Haraldur var að segja. Ég í Húnavatnssýslunni, það Blönduvirkjun. Mjög hagstæð virkjun. En hefur hún nýst heimamönnum og nærsamfélaginu? Og höfum við fengið eðlilega rentu af henni? Nei. Hvorki nærsamfélagið né landeigendur. Hvort sem við erum að tala arðsemi eða eitthvað, þá liggur bara fyrir. Þetta auðlind og sá sem á auðlindina, hann verður að fá sanngjarna fyrir sinn snúð. Það bara svoleiðis. Það eins gagnvart þessu leyfisveitingu. Ég sagt ykkur eitt lítið dæmi. Það var sótt rannsóknarleyfi
í Vatnsdalsá. Við landeigendur höfnuðum því, sveitarfélagið líka, en Orkustofnun veitti það. Hvernig ætla menn að komast áfram ef ekki byrjað að semja? Þetta eins gagnvart línunum að það er svo breytt hverjum við erum að selja. Það var kannski svolítið öðruvísi þegar var verið að byggja þessar stóriðjur. Þá þurftu þær að vera við sjó. Núna erum við aftur að selja til alls konar fyrirtækja sem að ég held, og segi það bara alveg hiklaust, og við höfum verið bara ófeimin við það landsbyggðarfólk. Þessi fyrirtæki eru bara miklu betur sett nær virkjununum þar sem verður minni tap á flutningsleiðinni og það er einfaldlega bara hagkvæmara og það er hagkvæmara fyrir alla að við förum að byggja upp fyrirtæki út allt land, ekki bara einhvers staðar á einu stað og flytja auðlindin alla frá öðrum sem fær enga rentu af því. Það er þetta sem við þurfum að breyta. Og það er þetta sem gerir það að verkum að menn vilja ekki leyfa línurnar. Það er vegna þess að það er verið að flytja orkuna burtu í staðinn fyrir að nýta hana heima fyrir, sem er alveg hægt í dag. Og það er alveg klárt að það sem að landeigendur hafa fengið fyrir að láta, eða fyrir orkuna, það er allt of lágt hörður. Þetta getur vel verið að menn vilja tala um einhver kvóta eða eitthvað svoleiðis, en það er líka ósanngjarnt þegar að vera að greiða bara eingreiðslur. Ég á jörðina í ákveðnum tíma, svo selja hann eftir 20 ár. Þá hef ég fengið greiðsluna, en sá sem kaupir af mér, hann situr uppi með framkvæmdina og fær ekki neitt. Það er svona mörg sjónarmið og ég eins og segi, ég held að sáttin, hún er minni haldur og þess vegna eru menn að rekast á vegg. Það er nærsamfélagið númer 1, 2 og 3 sem þarf að fá meira. Takk fyrir. Þakka þér fyrir innleggið, Birgir. Ásgeir, gjörðu svo vel. Mér langar að þakka Haraldi og Birgi fyrir að koma með þennan punktum nærsamfélagið og hvað situr eftir. Af því ég hef nefnilega reynslu á því í mínum störfum að vilja gera meira fyrir nærsamfélag á þróunarferli virkjunar heldur en hreinlega heimilt er lögum samkvæmt. Og þarna er svolítið vandamál í gangi. Sum okkar muna dóm í máli gegn Landsvirkjun, var ekki Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra sem fór gegn Landsvirkjun út af greiðslu kostnaðar við skipulagsvinnu í Ásarhreppi eða eitthvað slíkt. Það bil. Fyrirgefðu, ég skal fá að hafa þetta. Svandís var kærð fyrir að hafa beitt sig gegn þessu, já. Og því tapaði hún að sjálfsögðu, þar að segja Landsvirkjun eða annar virkjunaraðili getur ekki valdið litlu sveitarfélagi eða sveitarfélagi yfir höfuð þessum ofboðslega auka kostnaði. Þetta er gríðarlegur kostnaður. Þannig að sá sem veldur honum þarf að greiða og þarna fór ráðherrann gegn þessu máli og það stóð ekki steinn yfir steini í því, ef svo má segja. Þetta er mikil kostnaður fyrir samfélagi sem auðvitað virkjunaraðilinn þarf að standa undir. En virkjunaraðilar hafa líka jafnvel viljað gera meira en ekki mátt gera það vegna þess að áður en til dæmis framkvæmdaleyfi gefið út af sveitarfélagi, þá verða sveitarstjórnar fulltrúar gerðir vanhæfir ef að orkufyrirtæki gefur sveitarfélaginu eitthvað áður en leyfi er komið. Það er bara því miður þannig. Þannig að aftur, Haraldur, þetta snýr að löggjöfinni líka, hvað má gera til þess að skilja eftir heima í héraði. Nú, ég er nógu gamall til þess að hafa unnið við byggingum Blönduvirkjunar og muna eftir deilunum landeigenda þar áður en hún var byggð. Þar voru ekki litlar.
Ég ætla að sleppa öðrum hugleiðingum á þessum tímapunkti. Takk fyrir. Já, ljómandi. Haraldur, gerðu svo vel aftur. Kannski bara byrjum með þessum endaðir. Auðvitað umhverfi ekki að vera þannig að fyrirtæki þurfi að koma og vera með eitthvað svona mútugreiðslur innan gæsalappa til þess að eitthvað starfsemi fá að koma. Auðvitað bara starfsemin að skila ávinningi. Það vill ekkert sveitarfélag heimila uppbyggingu í sínu nærsamfélagi sem að skilar engum ábata fyrir sitt nærsamfélag. Það er bara, það segir sig sjálft. Hvað varðar virkjanmálin í þessu sveitarfélagi? Það hafði verið gríðarlegt álag, ekki bara í stjórnsýslunni, heldur áratugi, heldur hefur verið bara gríðarlegt álag á samfélagið, bara út af deilum og hatvígum deilum og það þarf nú ekki að fara langt aftur í tímann til þess að hér var bara reist níðstöng gegn sitjandi oddvita út af virkjanamálum og þetta hefur verið mjög hatrænt. Þannig að það er ekki eins og sveitarfélagi eins og þetta hér sé bara að kalla eftir þessu. Þetta er bara við sitjum með þetta í fanginu. Eins og með Búrfellslund. Það hafa komið hér erlend vindmyllufyrirtæki sem hefðu áhuga á að borga sveitarfélaginu stórar fjárhæðir til að fá að reisa slíkt verkefni. Það er náttúrulega ekki til umræðu. Á ekki vera það. Blönduós og Blönduvirkjun er náttúrulega bara skýrt dæmi þar sem að pólitísk loforð frá þingi í áratugi um uppbyggingu á því að nota þessu orku hafa verið svikin, ítrekkað og þar standa menn á nákvæmlega sama stað eins og við sem sögðu bara við erum bara hætt, þá er búið að laga umhverfið. Þess vegna erum við í dag að fara að fá frumvörpin í þing sem á að laga þetta umhverfi og ég held að það verði lykillinn að því að við bara stillum saman bökum og byrjum að ná árangri saman. Ég fór í ágætisferð til Noregs fyrir 3 árum, skoða vindorkuver, fórum í nokkur sveitarfélag og þar var línan þannig að þau sveitarfélag sem gerðu góða samninga, þar var ánægja og þau sveitarfélag sem gerðu lélega samninga, þar var engin ánægja. Þar voru menn bara ósáttir. Auðvitað á þetta ekki vera svona. Þetta á bara að vera gott lagaumhverfi. Ég ætla að vera bara mjög sammála herði með það að við höfum ekki að vera að horfa hér á einhverja nýja kvótastétt, en sannarlega menn að fá sanngjarnt hlunnindi. Ég vil taka undir þau sjónarmið sem komið fram hér varðandi tekjur landeigjenda að mínu mati, hvort sem það eru línulegur eða annað, að þá ætti ekki að tíðkast eingreiðslur, það ætti eingöngu að tíðkast hlunnindagreiðslur, sérstaklega með línulögnina, þar sem að línulögnin skili bara hlunnindum eins og önnur laxveiði á eða hvað það er og þau hlunnindi siti eftir í heima í byggð. Það kom ekki einhver aðili kaupið jörð, fá eingreiðsluna og fara tilbaka, þá situm við eftir með veikara samfélag. Þannig að við þurfum að byggja undir öflugt nærsamfélag, þannig að nærsamfélag finni fyrir því að þetta er hluti af því að halda sterku samfélag, gera okkur kleift að reka það. Takk fyrir þetta. Það eru 2 sem hafa kvatt sér hljóð sér. Ég veit ekki hvað þið heitið, þið komið hérna og kynnið ykkur bara. Svo förum við svona að stytta ræðutíma, hvað líður, en gjörðu svo vel. Fundarstjóri, ágætu fundamenn, Friðrik heiti ég, Friðriksson, framkvæmdastjóri hjá HS Orku og HS Orka hefur keypt megnið af allri orku frá einkareknum virkjunum í landinu síðustu 20 ár og þessar virkjanir hafa flest allar greitt auðlindagjöld af tekjum til landeigenda og hefur sá rekstur gengið alveg bærilega og Hörður nefndi eina virkjun á Austurlandi sem átti í vanda en sú virkjun lenti í vanda á byggingatíma í hruninu og var keypt af öðrum aðilum og rekin með farsælum hætti í 15 ár þannig að er það líklega stærsta einkarekna virkjunin í landinu og svo virkjun er orðin í eigu HS Orku í dag. En þessir aðilar sem hafa reist þessar einkareknu virkjanir, þeir hafa verið í svona töluverðum vanda oft á tíðum vegna
þess orkuverðs sem að hafa gilt á mörkuðum og hefur arðsemi af þeirra starfsemi kannski ekki verið mjög mikil. En þetta hefur gengið og hefur verið cash positive og hafa ekki lent í vandamálum. En það að hafa aðila eins og Landsvirkjun inn á þessum markaði, svona dóminandi sem hann það gerir þessum aðilum verulega erfitt fyrir og þessir aðilar eru flest allir að keppa orkusölu á almennu markaði. Ekki til stórnotanda heldur inn á almenna markaðinn. En HS Orka hefur líka byggt virkjanir og allar okkar virkjanir í dag, hvort sem það eru jarðvarmavirkjanir eða vatnsaflsvirkjanir, greiða auðlindagjöld af tekjum til landeigenda og gengur rekstur HS Orku ágætlega, þannig að þetta á alveg að vera mögulegt, en það að stærsti aðilinn sé ekki að greiða auðlindarentu með sama hætti og við erum að gera, gerir okkur erfitt fyrir á samkeppnismarkaði og skekkir stöðu okkar á þeim markaði. Takk. Það eru hér nokkrir á mælendaskrá. Eymundur Sigurðsson næstur, síðan Hörður og svo Guðrún María og svo Erlendur í Skarði. Gjörðu svo vel, Eymundur. Svo merkilegt sem ég ætla að segja, það þarf kannski ekki púlt í þess, en ég ætlaði nú bara fyrst að þakka Margeiri og ræðumönnum dagsins fyrir frábært framlag og ég held að þetta verði nefnilega svolítið mikið umræðefni næstu árin, þessi mál, og þetta vel tímasett málþing. Takk fyrir það. Ég aðeins flæktur í þessi mál því ég fyrrverandi starfsmaður Landsvirkjunar og ég fyrrverandi starfsmaður Landsvirkjunar og landeigandi og svo ég líka ráðgjafi eins og Ásgeiri, þannig að ég sitt hérna í kringum borðið. En málið það að ég held að báðir hafa mikið til síns máls í þessu. En ég held að við erum að horfa samt svona breytingar í bara lífi í landbúnaðinum á Íslandi og það er svona samþjöppun. Við sjáum bara hérna Gunnbjarnarholt og menn að fara. Ég hef ekki áhyggjur af þessu kvótavandamáli sem að því að ég held að þetta bara breyting sem að verða. Menn að fara að lifa okkur öðru á landinu sínu, sko. Þannig að ég held að þetta sé svona bara eðlileg þróun og þetta verður ekki kannski að menn lifa kannski einhverju fleiri en þessu, en þetta verður örugglega hjá einhverjum svolítið stór þáttur í þeirra lifibrauði. Þannig að við þróumst þess og verðum þess að fara held ég meira í þá átt sem að Ásgeir að tala þó að ég skilji alveg þessi sjónarmið, þau eru mörguleyti mjög góð, en það er ófrávíkjanlegt að við verðum að fara eitthvað í hina áttina. Ég held að við höfum ekki áhyggjur af því að þetta verði of mikið, þetta verði eitthvað nýtt kvótagreifa vandamál. Já, þetta var Eymundur Sigurðsson. Það eru allmargir á streyminu svo ég veki athygli ykkar á því að þið verða að hafa ykkur í samræmi við það. En Hörður Arnarsson gjörðu svo vel næstur. Það er bara mjög áhugaverð umræða. Mér er samt ágætt að draga þetta saman, kannski sem að ég var að líka reyna að segja í mínu erindi, hvað erum við sammála um? Við erum sammála um að arðsemi Landsvirkjunar er of lág, sammála því. Við erum sammála því að nærsamfélagið fær ekki nógu mikið. Ég held við séum sammála, ég held að við finnum ekki stórnotanda sem er tilbúin að borga mikið meira fyrir raforkuna. Erum við ekki sammála því að við séum farin svona, við getum ekki látið að borga meira heldur en borga annars staðar. Það er svona besta farlegust að nála því.
Þá fjórði aðilinn sem inni í jöfnunni sem auðlindar eigandinn, sem landeigandinn sem vill fá meira. Ég fæ ekki alveg séð hvernig þetta gengur upp. Þið verður bara að hjálpa mér strákar sko. Ef Landsvirkjun þarf að fá meira arðsemi, viðskiptavinir geta ekki borgað meira sko því að Íslenska raforkukerfið rekið út frá stórnotað raforkukerfi, við getum aðeins fjallað hinn markaðinn eftir. Og Halli vill fá meira. Og þetta svo jafn sem ég segi, ef við ætlum að láta ganga upp þá verðum við annaðhvort að fá hærri tekjur og sem það síður þá að við munum fá lokanir stórnotað sem mun þýða að við munum ekki virkja. Það er kannski draumur margra, þá munum við vinna því eða við þurfum að taka af einhverjum öðrum. Það bara til þess að jafna gangi upp. Og eins og kom fram fyrir Friðriki líka sko, eins og hann sagði það gengur vel hjá þessum aðilum sem sömdu af sínum eigin forsendum bara þessa auðlindagreiðslu en þeir bara vantar hagnaðinn hjá þeim. Það er þannig kannski menn átt að hugsa það áður en sömdum þessa greiðslu sem frömdu. Ég segi líka, akkur 10%, akkur ekki 20%, akkur ekki 30%. Þetta sko að halda það sem markaður þetta og gerðardómurinn fjallaði mjög vel það að halda það sé forsendunum þar sem er með eitthvað 30 ára leyfisveitingaferli í allri óvissun, ég get þetta upp glæður allt þið þarf að gera, að halda það sé og fara getur rammaáætlun sem þetta sé markaður, að fyrirtæki að taka þennan slag sem að Landsvirkjun og HS Orka við gert það líka að fara með þá kosti getur rammaáætlun að það sé sko gert á markaðslegum forsendum. En ég held sko að ég segi sko ef við viljum gera þessar grundvallarbreytingar á kerfi sem hefur virkað mjög vel, þá er það Alþingi sem á að gera það. Það gerist ekki á markaðslegum forsendum. Því að þetta er bara örfá leyfir sem eru veitt og og þetta er sko það. Ég er líka varðið sáttina sko, hugsum aðeins fram á veginn, ef við förum þessa leið að borga 10% af vindorkuframleiðslu til og einhver getur byggt vindorku á því en svo ég sé nú ekki hvernig það er hægt. En sko, og hann fyrir þá var einhver bóndi hjá Halla, vill bara byggja vindorku, að vísu býr ekki á staðnum, hann er bara reiði jörð sem hann á og hann keyrir það í gegn og vill fá að byggja það. Hver verður sáttin ef að sá aðili býr einhvers staðar erlendur og fær mjög háar greiðslur, eða sem 10% af orkuframleiðslu mjög hátt fyrir tiltölulega lítið framlag, annað af hátt keypt jörð kannski til þess að vera með hestana sína, verður sátt í samfélaginu. Og þá líka svona spyrjum sko, hvernig ætlar ríkið að takmarka þennan rétt einstaklingins að fá að nýta jörðina sína, hvaða kröfu á einstaklingurinn á hérna, en að því að verðmyndunin verður ekki á markaðslegum forsendum. Þetta er pólitísk ákvörðun hvaða leikreglur eru og ríkið hefur það mikið að segja því að ríkið er svo stór eigandi. Þannig að við þurfum að, sko, við sem erum í störfum sem gera, við þurfum að finna einhverja leið sem að gengur, sko, rekstrarlega og ef við segjum bara, við ætlum bara, var það skildi réttir og Ásgeir, vildu þá bara hækka á almenning, við getum ekki hækka á stóriðuna, ættu þá að fara að tala fyrir því að við ætlum að fara að láta almenning borga miklu hærra verð heldur en stóriðuna. Við getum gert það, við getum alveg hækka endalaust því að almenningur hefur engan valkost. Þetta er markaður á raforkuverði fyrir almenning. Þau líklega, það er mjög fábækar að þau geta borgað aðeins meira, en sko, hversu lengi munu þau gera það, en þau vissulega gagnaver getur borgað meira heldur en álver, alveg hiklaust. En þannig að við þurfum að sko virkilega velta því fyrir okkur sko hvernig búum við til sátt þetta. Því það er svo auðvelt að klúðra þessu, þetta hefur gengið mjög vel og svo sannarlega vill ég að landeigendur fái sem mest. Ég sannarlega vill ég að nærsamfélagið fái sem mest. Ég vil fá sem hæst raforkuverð, búin að taka mikla slagi að ná raforkuverðinu upp, en þetta þarf að ganga upp reksturinn á orkufyrirtækjum líka og orkufyrirtækin, við erum öll saman það, eru með og lág arðsemi. En að halda þið fram að það sé markaður á raforkusölu til almennings. Sko, hvaða valkost hefur heimilið? Ætlar að kaupa eitthvað annað raforku? Þetta er algjörlega seljandi markað. Við getum tífaldar raforkuverð á okkur
þau myndu nota jafn mikið raforku, basically jafn mikið. Þau myndu kannski ekki hægt að keyra rafmagnsbílinn ykkar, fara á dísilbílinn aftur, allt annað myndu nota áfram. Þannig að þetta er ekki markaðslögmál. Þetta er eitthvað sem við þurfum að fá samfélagslega sátt og stjórnvöld þurfa að móta leikreglurnar. Og þessi sátt sem núna, sem hefur aldrei mælst meiri, hún ekki tilviljun og við þurfum að passa upp á hana. Já, þetta var Hörður Arnarsson, eins og þið sáuð. Hann fekk meðal annars spurningu úr sal frá Ólafi Björnssyni það hvort að gagnaverin geti ekki borgað meira og þið heyrðuð hann svara því. En næsta mælendaskrá Guðrún María Valgeirsdóttir úr Reykjahlíð og stjórnarmaður í Landssamtökunum. Gjörðu svo vel. Já, ágætu fundarmenn. Mig langar að byrja að þakka bæði henni og Ásgeiri fyrir sín erindi. Þetta var áhugavert og skemmtilegt. Og ég hjó eftir því að Óskar kynnti mig sem úr Reykjahlíð vegna þess að það vill nú svo til að við landeigendur þar höfum átt aðeins í ágreiningi við Landsvirkjun og við höfum líka átt í ágreiningi við ríkið Landsvirkjun. Þannig að við þekkjum þetta svo sem ágætlega. Mér langar svona líka að taka fram að ég er fyrrverandi sveitarstjórnarmaður og sveitarstjóri í Skútustaðahreppi hinu forna og þeir sem ekki vita hvað það þá það Mývatnssveit. Og átti og þar að leiðandi samskipti við Landsvirkjun sem slík og ég ætla alveg að viðurkenna það voru svo sem alveg ágætt samskipti þó að ég persónulega hafi ekki alltaf átt í góðum samskipti við þá. En mér langar svona aðeins að varpa fram spurningu til Harðar að hann talar sanngjarna skiptingu verðmætasköpunar á milli hagaðila og því sé hlut landeigenda í því. Hver skiptingin á milli landeigenda sem opinbers aðila, skiptir ríkis og sveitarfélaga annars vegar og svo einkaaðila hins vegar. Einnig hvað ásættanleg greiðsla til landeigenda fyrir nýtingu og þá í framhaldi af því að það verið að tala að búa ekki til nýja kvótastétt. Þannig ég myndi gjarnan vilja langa að fá svar við þessu. Síðan langar mig bara svona aðeins að deila því með ykkur að því að Ásgeir kom inn á rammaáætlun og friðlýsingu Jökulsárafjöllum. Og nú það þannig að landeigendur hafa enga aðgang eða aðild að nefnd rammaáætlun, ráðgjafarnefnd rammaáætlun. Og sem landeigandi sem var sem eigandi að Jökulsárafjöllum og eigandi Gjástykki sem var friðlýst á grundvelli rammaáætlunar að þáverandi umhverfisráðherra Guðmundi Inga Guðbrandssyni. Þá hafa menn svona ákveðna leiðir til þess að reyna að hnekkja þessari tilteknu friðlýsingu. Og þarna voru andvirðisvægir einkaaðilar, það var brú á Jökuldal og hins vegar landeigendur Reykjahlíðar hinum megin. Landeigendur Reykjahlíðar fóru í eignamatsnám eða kröfðust eignarnámsbóta. Brú á Jökuldal fór í ógildingamál fyrir dómstólum. Við skulum átta okkur því að ríkið heldur á hlutabréfinu Landsvirkjun. Ríkið semur leikreglurnar. Það skipað í rammaáætlun eftir einhverjum leikreglum sem að ríkið semur. Ríkið náttúrulega fær stærstu hluta arðgreiðslurnar og skatttekjurnar af Landsvirkjun. Þannig að leikurinn getur nú orðið svona pínulítið ójafn og svo býr ríkið til leikreglurnar til dæmis ferlið fyrir matsnefnd eignarnámsbóta. Og það var þannig að annars vegar kröfðust við bóta fyrir Jökulsá og hins vegar bóta fyrir Gjástykki. Það var ekki hægt Héraðsdómur komst að því að það væri ekki hægt að meta Jökulsá til fjár og þar af leiðandi þá væri ekki hægt að úrskurða neinar fébætur þar.
Það var hins vegar ákveðið að það var samþykkt sem sagt eignarnámsbætur fyrir gjálstykki en ríkið neitaði bara að borga þær. Þetta eru leikreglunar. Og maður er stundum að eiga við, þetta er Davíð og Golíat. Þetta er svona bara smá reynslusaga úr sveitinni. En síðan var bara eitt sem ég langar að nefna af því að það er verið að tala sátt við nærsamfélagið. Og hlutdeild nærsamfélagsins af veru Landsvirkjunar í því tiltekna sveitarfélagi. Nú er það þannig að í auknum mæli þá eru starfsmenn Landsvirkjunar ekki að eiga lögheimili í þeim sveitarfélögum sem þeir vinna í. Og þar af leiðandi eru útvarpstekjurnar ekki að koma þangað. Þannig að tekjurnar sem sveitarfélögin hafa af þessum virkjunum eða starfsmönnum þeirra, þær eru fara lækkandi meðal annars vegna þess að við vitum jú að Ísland minnkar og við vitum jú að atvinnusvæðin eru að stækka og annað slíkt. En þetta er svona eitt af þessu sem að menn taka eftir því að vissulega skiptir það máli. Hvaða tekjur verða eftir í nærsamfélagi. Takk fyrir. Já, þetta var Guðrún María úr Reykjahlíð. Það eru nokkrir hér enn á mælendaskrá og síðan gef ég frummælendum kost á því að ljúka fundinum. Það hefur verið beint spurningum til Harðar Arnarssonar og mælendaskrá er þá þannig núna og ég hyggst loka henni svo fellt að Erlendur Ingólfsson í Skarði er næstur, svo Margeir Ingólfsson, nýkjörinn formaður samtakanna og stuttlega Haraldur oddviti í Skeiða- og Gnúpverjahreppi á ný og svo Harður Arnarsson og Ásgeir Margeirsson á lokum. Erlendur, þú þá næstur, gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri, ágætu frummælendur, þetta var ákaflega áhugavert að hlusta á þetta og ég verið að viðurkenna það að maður fer að hugsa meira þegar maður hlustar á svona. Nú, ég bý hérna í Skarði í Landsveit hinum með ána og er ekki kannski landeigandi en ég er ábúandi þar og hérna tengist þeirri jörð og við sömdum þar við Landsvirkjun, varðandi virkjunarkostinn Hvammsvirkjun 2008-09 áramótin, 30. desember. Þá vorum við bara að fara að detta inn í þessa virkjun. Og við erum alla svona, jú, Hörður hann er farinn að virkja en það er nú ekki meira en svo. Það var mjög skýrt þegar við gengum að samningaborðum þar að það voru sem sagt bara bætur við land og allt svoleiðis. Svokallaðir títarsamningar sem eru vatnsréttarsamningar hér í neðri hluta Þjórsá, það var í eigu ríkisins, þannig að umfara það ekkert að semja. Þannig að ferlið var svo sem ekkert flókið en Landsvirkjun gerði okkur alveg grein fyrir því strax að ef við værum einhver leiðindi þá hefðu þeir náttúrulega eignarnámsaðferðina sem þeir vildu ekki fara og það var heldur ekkert farið svo og samningar bara gengu vel. Varðandi svona spurning til Harðar, hvenær á að semja og hvenær á ekki að semja. Við erum að tala að landeigandi fái sem sagt bætur, auðlindir af sína virkjunni. Nú, jú, vissulega var virkjað í Blöndu svona hálfi byggð, má segja, en við verum að segja að Þjórsárvegur hérna er náttúrulega algjörlega í byggð og í nútímanum og þetta er mjög flókið verkefni held ég að virkja til að koma mósuð allt. Við sjáum það að það var örugglega búið að bæta allt og allt gera til dæmis í Akbraut í Holtum fyrir Holtavirkjun næstkomandi. Það er niðurstaðan svo að Landsvirkjun er búin að bara kaupa þá jörð og ég ætla ekki að fara meira út í þá sálma. Og ég skil alveg af hverju Landsvirkjun er búin að kaupa þá jörð. Bara til þess að umhverfið frá því að þeir sömdu örugglega við ábúendur þar er búið að breytast. Þess vegna langar mér að spyrja, jörðin sem er við hliðina á mér, norðurbærinn í Hvammi, þar sem að stöðvarhúsið og skurðurinn og allt varðandi Hvammsvirkjun. Nú er búið að gera stöðvarhúsveginn og það er náttúrulega byrjað á skurðinum.
Ég velti fyrir mig þegar ég keyrði þennan fallega veg, Stöðvarhúsveginn, ef ég væri landeigandi þessara jarða. Vissulega hlýtur að hafa náttúrulega búið að semja allt við þá. En jörðin sem slík, þetta er skógræktar jörð, en ef hún virði hennar sem landeigandi í dag hlýtur að hafa rýrnað gríðarlega. Því að jörðin eins og orðin bara undir virkjunina. Þannig að þá kannski spurning til Harðar, hvenær metið það í rauninni þið setjist að við landeigendur og að fara að semja, eins og í þessu tilfelli hefði ekki verið nær að koma bara hreint út og leggja bara spilin á borði og kaupa jörðina. Bara svona, hvenær sú hugsun, bara hvenær það besti kosturinn fyrir alla. Svo var sagt að það sé verið að liðka fyrir framkvæmdum með einhverjum mútu, eitthvað að koma inn í samfélagi. Við getum alveg tala íslensku, menn auðvitað brúin sem við býðum öll hérna eftir, auðvitað hún liðkun á að hérna verði virkað í Hvammsvirkjun. Við vitum þá öll hérna í þjóðfélaginu, menna Landsvirkjun kemur með það verkefni inn í, þó að Vegagerðin borgið allt saman skilur og séu, það var að Landsvirkjun sem fjármagnar, það vita það allir og Landsvirkjun hefur talað þannig. Og þetta það sem heldur rugglingslegt fyrir okkur sem erum bara hérna almennu þegn í landinu og erum að fylgjast með. Það bara til dæmis, Landsvirkjun keypt af fólkinu heim í Skarði 1 hektara undir tengivirki. Í rauninni hefur Landsvirkjun ekkert með þennan hektara að gera. Því að innan þessa hektara tengivirki sem Landsnet sér um. Svo kemur 1 horn þar kemur Spennistöð og þar kemur Rarik. Þannig að það eru 3 stofnanir frá ríkinu sem eru með þennan hektar sem Landsvirkjun þurftu vissulega að kaupa. Þetta voru svona hugleiðingar. Takk fyrir. Margeir Ingólfsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ráðstefnustjóri, framsögumenn, aðrir gestir. Eðlilega þá horfi ég á þessi mál svona sem landeigandi og svona mín afstaða og mín glerugu mótast aldrei á því. Ég svolítið velti fyrir mér, nú starfar Landsvirkjun á samkeppnismarkaði sem hefur umfram aðra á markaðnum heimild til eignarnáms og ákveðnum skilyrðum uppfylltum, skilyrðum sem núverandi umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra hefur hugað því að rýmka enn frekar. Samningsstaða landeiganda því langt frá því að vera svo sama hvort samið við Landsvirkjun eða einkaaðila. Þetta komið rækilega fram hérna. Þannig að ég svolítið svona velti fyrir mér hvort að það sé ekki ógæfa hvers manns að Landsvirkjun sýni áhuga fyrir orkuvinnslu á landi viðkomandi í ljósi þess að það svo mikill munur á 0,5% og alltaf 10%. Allavega það tölur munur í mínum huga. Landsvirkjun hefur lagt áherslu á að greiða landeigendum fyrst og fremst bætur fyrir land og lítið meira. Það hefur verið miðað við hlutfall af stofnkostnaði virkjana þegar bætur eru reiknaðar. Forstjóri Landsvirkjunar hefur í viðtali varað mjög í samningum og gerði það líka áðan við landeigendur eins og gerðar voru fyrir brúavirkjun þar sem hlutur landeigenda endurspeglar arðsemi virkjunarinnar, það 1% af brúttótekjum. Ég dátti velti fyrir mér, eitthvað óeðlilegt við það að landeigendur fái arð af sínu landi? Þetta eins og hver önnur eign. Land eign. Ef ég ætti fasteign og það væri, segjum bara ég ætti iðnaðarhúsnæði. Ég ráðstafa mínu iðnaðarhúsnæði til fyrirtæki sem að fara í einhverja framleiðslu, þá dytti engum öðrum í hug en að ég myndi fá leigu fyrir þau nota mínu húsnæði og ekki ósennilegt að fyrirtæki sem færi í fasteignina væri tilbúið að greiða leigu í samráði við þann arð sem það fær á sinni starfsemi. Ég sé engan mun þarna á. Og forstjóri Landsvirkjunar talar hættuna af því að til veri ný kvótastétt. Ef landeigendur fá
eðlilegan arð af sínu landi, eins og ég vil meina. Og hefur þá meðal annars nefnt samninga við HS Orku sem gerða voru við landeigendur Brúarvirkjunar. Hver er hættan við það að einhver fá eðlilegan arð af sinni eign? En ég tel eðlilegan arð vera það sem samningsaðilar semja sín á milli í frjálsum samningum. Ég veit að þetta er að gjöra ólík sýn okkar landeigenda og þegar að ríkið er að semja við sjálfan sig sem er Landsvirkjun. En að því að það er alltaf að tala með þess að kvótastétt og kvótakónga, eða kvótastétt, og þá fylgja við kvótakóngar. Kvótastétt er náttúrulega einhverjir vondir, ríkir, kallar sem að hafa hagnast óeðlilega, það er í hugum fólks. Og ég líti á þetta sem ákveðið hræðslu áróður gagnvart þessu fyrirkomulagi á greiðslu auðlindarentu. Þannig að ég ætla bara að upplýsa það, ég er einn af þessum hræðilegu kvótakóngum. Ég er eigandi af brú sem Brúarvirkjun stendur á og hef því einhverja hugmynd þar arðsemisgreiðslur eða auðlindagreiðslur sem að Brúarvirkjun greiðir. Og það er alltaf að tala þetta sé svo háar upphæðir. Þetta sé svo háar upphæðir í öllu samhengi. Þess vegna langar mig að setja þetta í samhengi við eitthvað sem við getum þekkt. Auðlindagreiðslur til eigenda auðlindarinnar sem HS Orka byggir á, sem er annars vegar ég sem landeigandi af brú, hins vegar Skógrækt ríkisins, sem er ríkið og ríkissjóður, að auðlindagreiðslur til okkar varu 40% af launum forstjóra Landsvirkjunar 2024. Þetta er allt og sumt. Þannig ég skil ekki þessa hættu og ég skil ekki þessa ógn á þessum kvótaeigendum og hættunum sem þeir fylgja. Ég held að þetta sé bara sanngjarnt afgjald sem er að greiða landeigendum fyrir sína eign. Þetta er rétt að koma að þess að. Ég var enda að koma með fleiri spurningar en þeim að svara í framsögunum. Takk fyrir. Gjörðu svo vel, Haraldur, loka orð. Bara svona í lokin, þetta er raforkumarkaður sem við búum við og þetta er kerfi. Þetta er náttúrulega bara bullandi pólitík en ekki virkur samkeppnismarkaður. Bara svo það sé sagt. Og umræðunum múturnar og nýja brú yfir Þjórsá. Það eru 20 ár síðan var byrjað að tala var verið að undirbúa 2 brýr í uppsveitum Árnessýslu, önnur á milli Flúða og Reykholt og hinn hér yfir Búðafossveg. Það eru 15 ár síðan að brúin kom á milli Flúða og Reykholts. Ég er algjörlega viss það, ef að Hvammsvirkjun hefði ekki verið tengd við Búðafossveg, þá væri löngu búið að byggja hann. En það er Búðafossvegur núna í samgönguáætlun, en það er sannarlega eigandinn sem á bæði Vegagerðina og Landsvirkjun. Það er algjörlega hreinu að mínum að þessar samgöngubætur væri löngu komnar ef ekki væri fyrir virkjanir þennan svæðinu. Aftur bara að segja ég, þetta er pólitík, númer 1, 2 og 3 og hvernig á að gera þetta. Og bara til að setja hlutin í pínlítið samhengi, það er búið að tala um orkuskort og allt þetta. Vaðölduver, 120 megawatt, það tekur 18 ferkilometra. Ef það er tekin pólitísk ákvörðun á Alþingi að segja, viljum að láta 1% af Íslandi undir vindorku, þá mætti byggja 56 vaðölduver þar með tæplega 7000 megawatt uppsett afl og það myndi framleiða meira rafmagn heldur en gert á öllu kerfin í dag. Það var ekkert vandamál. Já, góðir málþingsgestir, við erum þá komin að loka kaflanum og þeir eiga eftir að taka hér til máls. Haraldur Arnarsson sem er fengið nokkrar spurningar og Ásgeir Margeirsson líka. Og ég ætla að nesta Harð með einni athugasemd frá fundarstjórunum sem hefur tekist að vera nokkuð hlutlaus vonandi í allan dag. En mér langar til að spyrja hvað kemur forstjóri Landsvirkjunar við kvótakerfi í sjávarútvegi og hvað á það að þýða að tala hér eitthvað kvótakerfi eins og það sé eitthvað neikvætt. Við sem erum í sjávarútvegi erum ánægðir með þetta kerfi. Gjörðu svo vel, Harður.
Ég byrja að svara Óskar því að ég mun orðilega gleyma ykkur spurningum. Ég reyndi að skrifa þetta niður hjá mér en ef ég gleymi ykkur endilega spyrja mig bara eftir. En Óskar, ég ekkert á móti kvótakerfi í sjávarútvegi. Ég ekkert á móti hærri auðlindagreiðslum og ég búinn að segja það ítrekað. Ég tel það ef við tökum þetta skref, þá það Alþingi sem ákveða. Hvað finnst þér, Óskar, það bara ef var það ekki hlutverk Alþingis að setja á þetta góða kerfi sem í sjávarútveginum? Var það ekki rétt? Óskar kinkar kollinum. Ég að segja að það að Ásgeir Margeirsson hjá HS Orku ákveða að semja við einhverjar smávirkjanir svona greiðslur, það bara í góðu lagi. Og það að HS Orka hafi sem var þá eiginlega bara eigandi af auðlindinni, held ég í Svartsengi og Reykjanesi þegar þessi samningur voru gerðir, þetta voru sveitarfélögin, það algjörlega í lagi, ekkert óeðlilegt við það. En það þegar við að gera grundvallar breytingar á svona kerfi sem svona eitthvað mikilvægasta auðlindakerfi með sjávarútveginum, að þá ég að segja, þá þarf að taka pólitískar ákvarðanir. Ég bara algjörlega sammála hala, það pólitík sem á að gera það út frá hagsmunum samfélagsins og þá var ábyrgð á því að gera það. Þetta ekki eitthvað sem gerist bara í einhverjum samningum einhverja litla virkjanir sem verða svona stærri og þess að þar. Nú ætla ég að reyna að byrja að svara og Guðrúnu. Ef við skildum spurningar þá náttúrulega bara algjör samræmi hjá okkur í greiðslum til allra aðila. Og við segjum það líka við ríkið að ef við erum að borga ríkinu meira af einhverjum ástæðum, þá fer það til allra. Og ég held jafnvel að leiði til hærri greiðslna líka í samningum sem búið að gera. Það þarf að vera samræmi og þessu þar. Ég held að líka mikilvægt varðandi sáttin í samfélaginu, það gríðarleg sátt Landsvirkjun í öllum þeim sveitarfélögum Landsvirkjun starfar. Við mælum þetta líka mjög mikið. Það milli 70–80% sem eru jákvæðir garð Landsvirkjunar, það enn hærra þar sem við störfum. Og Landsvirkjun starfar held ég alls staðar mjög góð og grann og vinnur mjög náið með samfélagunum og algjörlega sammála Guðrúnu og Halla að það sem ef við getum einhvers staðar að borga meira, að þá það að borga til nærsamfélagsins. Svo þá ekki á grundvelli auðlindarinn heldur á grundvelli áhrifa og að fá acceptance í samfélaginu. Svo frá skarpbóndunum þá voru að spyrja hvenær á að semja og hvenær á að kaupa jarðirnar. Þetta mest fyrir mína tíð sem þetta var, þannig ég get ekki alveg sagt, en það rétt að við höfum keypt nokkrar jarðir sem að koma svona til sölu núna. Og það hefur verið miklu betra á sínum tíma að kaupa Akbraut áður en að fjósið var byggt og en þetta náttúrulega samt alveg búið náttúrulega ótrúlegt þessi tími sem líður, eins og segi, það 2008 að þá átti að fara að byggja Hvammsvirkjun. En svo bara núna verða 20 ár síðan, þá þetta náttúrulega mjög óþægilegt fyrir samfélag, mjög óþægilegt fyrir Landsvirkjun að samið við ykkur aðila að gera eitthvað og borga eitthvað og svoleiðis og svo bara komin allt aðrir aðilar þegar það á að fara að gera. Þetta náttúrulega bara mjög vont fyrir alla. Og tekur skipt fram að ég er starfað í Landsvirkjun 17 ár og við höfum aldrei gert eignarnám, við höfum alltaf samið. Við erum að vinna með jarðarétt og auka réttindi okkar í þessum kostum sem við erum að vinna. Og það er líka mikilvægt að Landsvirkjun kaupir réttindin áður en virkjun er byggð og þeirra mikil viss að borga fyrir þau að mikil óvissa hvort það verði. Við erum að borga fyrir það þurfum í leyfisveitingaferlinu. Og þá það óhægt hvort það virkjum meðan kannski annars konar samningar þá algjörlega óljóst hvort það virkjunu verði yfir höfuð og hvenær það verður. Og svo frá margir, ég sjónum með þín varandi öllum við stundum mjög eðlileg, bara alveg eins og Halla með Guðrúna kannski með sín sveitafélög og raforkukaupendana með sína orkuverð og eigandi orkufyrirtækjum að fá sín arð. En það bara spurning, eins og segir, hvaðan eiga þessa viðbúta greiðslur að koma og það held ég að við þurfum að vera og varandi laun mín þá eru þau líka allt og lág en nú glemdi ég að ég var í útsendingu og það tekið upp þetta var sjálfsögðu bara grín en auðvitað náttúrulega líka brúarvirkjun ekki stórvirkjun og þetta tíðkast í Noregi fyrir litla virkjun en við erum að tala virkjanir sem eru kannski mörg hundruð megavött og vindorku vel líka framhaldur að gera þá náttúrulega staðan önnur og ég gerir ráð fyrir líka að þú sért núna í þessum fyrstu prósentum á þess að ég þekki samningana þeirra sem verða náttúrulega mun hærri þá eftir ákveðin tíma á þess að ég viti þú sért að þetta byrji í 2%.
og mér er sagt að tíminn sé búinn. Þannig að ég held ég sé búinn að svara öllu sem ég spurði. Takk fyrir. Ásgeir, gjörðu svo vel, nokkur stutt lokaorð. Takk, fundarstjóri. Fyrst örlítið vindorku, Haraldur og þið, að ég hef enga trú á því að það sé verið að fara að reisa 40 vindorkugarða landið, sko. Og ég held að enginn hafi það, sko. Ég gæti trú á því að svona á næstu 10-15 árum þetta kannski svona 500 megawatt pluss mínus, kannski 500-700 og aldrei meira en 25% af landskerfinu sem í vindorku. En það væri reyndar gott fyrir landið að fá svolítið vindorku til viðbótar. Því að það að mínum mati, það eins og við hörðum sem óvinni, sko, en það ekki þannig, sko, að þá það mitt mat að vindorka sé einn hagstæðasti kosturinn til að framleiða orku í landinu í dag til viðbótar það sem fyrir með sem lægstum tilkostnaði. Það mitt mat. Og þó ég sé kýt í Landsvirkjunni, ég ætla að biðja landeigendur afsökunar á því hvað við erum stundum að tala eitthvað annað en akkúrat kjarna fundarefnisins, en það ekki hægt að gera það öðruvísin eins og ég sagði að tala samkeppni. Og Hörður segir, eigum að breyta þessu, þá Alþingi gera. Það eru 2 kerfi í landinu í dag. Það ekki bara Landsvirkjunarveröldin, sko. Það annað kerfi líka. Og þá get ég bara vitnað það að í samningum við bændur og brú eða á ýmsum öðrum stöðum, þá það ríkið, sama ríkið og á Landsvirkjun og sættir sig við auðlindagjöldin á Þjórs- og Tungnasvæðinu. Það sama ríkið sem gerir mestu kröfurnar greiðslur frá orkufyrirtæki fyrir afnot af landinu. Og þetta kjarni málsins sem ég að tala sem getur líka gert landeigendum erfitt fyrir þegar sumir fá sérmeðferð hjá ríkinu, þessu sama ríki, og aðrir ekki. Það geti verðfellt möguleika landeigenda að semja, eins og margir bent á. Það væri kannski bara óhapp ef að Landsvirkjun myndi seilast í auðlindir prívat landeigenda. Það nefnilega 2 kerfi í landinu og það kannski kjarni málsins. Það ekki það að við herðir séum óvinir, en tíminn búinn. Takk fyrir mig í dag, það var gaman að vera með ykkur. Góðir fundarmenn, ég vil þá fyrir hand fundarboðenda og ráðstefnu haldanda þakka ykkur fyrir, sérstaklega ykkur, Hörður og Ásgeir. Þetta hér vógust menn í bróðerni eins og vera ber, og fundarmönnum þá þakka ég prúðmannlega fundarsetu og málefnilegar umræður, og ykkur sem heimasitjið þá þakka ég ykkur fyrir þolinmæðina þó þið hafi ekki komist hér í ræðustólinn, og vona að þetta hafi orðið öllum að einhverju gagni. Þakka ykkur fyrir og þessu sliti.